laugardagsmorgni og höfum við það sem við kallum helgispjall. Fáum hingað gest sem að segir okkur frá sér og leyfir okkur að spegla sér í viðkomandi. Það okkur hollt. Og hingað komin Helen Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur. Sæll og blessaður. Þú ert í stöðstu stoppi hérna á Íslandi? Já, ég bara hérna í 3 daga núna. Hvað nátt sem þú búið á Íslandi? Ég fór erlendis þegar ég var 24 ára í mastersnám til Bretlands, til Bristol og ég hef eiginlega ekki búið hér síðan. Nei, ég hef bara ekki búið hér síðan. Nema í COVID, þá kom ég hérna og var í nokkra mánuði. Og í starfiðinu hefur þú farið á alla verstu staði heims? Nokkurn veginn held ég. Já. Þú ert að vinna núna í hvar? Ég að vinna mestmegnis núna akkurat í Líbíu og Sómalíu. En ég líka að vinna svona á alþjóðlegu sviði fyrir eina af undirstofnum Sameinuðu þjóðanna þar sem ég að vinna svona glóbalt. Og þannig ég að bíða eftir að vita hvar næsta stoppið og það verður þá eitthvað af þessum stöðum væntanlega. Þú hefur verið í Sómalíu, ég hef tekið við til þú hefur verið þar. Já, ég er búin að fara. En ertu í Líbíu? Já, ég að fara bara til Líbíu núna væntanlega, ég að bíða til vísa. Og hérna það bara að fara til Líbíu vantanlega eftir nokkra daga, ég að bara bíða eftir því. En hérna, ég hef hins vegar ekki komið til Líbíu síðan 2014. Þannig að það verður ótrúlega spennandi að koma þangað aftur. Ég hef unnið svona utanfrá aðeins við að aðstoða þá í Líbíu. En þú hefur farið á marga slæmastaði? Já, það fyrsta skipti sem ég fór á einhvern svona stað átakasvæði var Afganistan 2004 og ég kallaði þetta svona mitt gap year. Ég ákvað bara að leggja land undir fót með þáverandi manninn mínum, kærasti og ég var að vinna í Evrópuráðinu. Og ég sá bara fram á það sko að ég, mér leiði svo að væri bara næsta skrefar í eftirlaun. Þetta svona stofnun sko og í Strassborg. Það verður miðaldra fljótt. Já, algjörlega sko. Og ég var... Maður finnur það þegar maður kemur til Brussel. Þetta var einmitt svoleiðis. Og ég, og kærasti minn hafi verið að vinna í Bosníu í stríðinu og hann svona var líka, fann þessa sömu sko, við vorum okkur bara held í döðlítist þarna undir rest sko og ég var reynda búin að vera í fastanemdinni sem í starfstjálfun sem var rosa gaman og svo fór ég að vinna í Evrópuráðinu og svo bara horfðum við á þetta og bara nei, við getum ekki verið hér áfram. Þannig að þá bara fóru til Afganistans og og ég var bara að slæpast Afganistan í heilt ár sem bara blaðamaður. Var að skrifa greinar fyrir DFF og Moggan og tók meðal annars viðtala og var stödd á flugvellinum þegar íslenska friðargæslan lenti þar með Halldór Ásgrímssyni í fararbroddi. Og var þar þegar allt þetta íslenska friðargæslan var þar. En hún lenti nú í átökum? Já, það var náttúrulega gerð árás á Chicken Street, frægt dæmi. Og ég fann nú mjög til með þeim sko, því þetta var ömurlegt að þetta hefði komið fyrir á því að NATO var alltaf þetta var svona partur að því að vera að tala við pöpulinn sko og versla og svona sína sig og þannig að þeir kannski voru heldur lengi inn í þessari teppabúð en ég hafði bara fulla samúð með þeim að þeir skildu lendi í þessu. Því þetta var svona, þetta var náttúrulega alveg stór hættulegt átakasvæði og ég held sko að það var alveg ótrúlegt. Þú veist, að koma þetta inn á herstöð og það var alveg ótrúlegt, sko, Hallgrímur Sigurðsson sem að tekur við sko stöðu sem generall yfir heilli herstöð. Þar sem eru sko multilateralið frá öllum löndum og Apaches undir hollendingunum, frakkarnir voru þarna og hann stýrði þessu bara með hann var bara ótrúlega professional í þessu maðurinn og var sérst að byggja upp flugvöllin. Það var að hans aðal starf en ég meina hann náttúrulega satt þarna í generala stöðu og það var náttúrulega magnaða að upplifa þetta og fyrir viki hafði ég opin aðgang að þessari herstöð og það var mjög þægilegt vegna þess að þá fékk ég eitthvað almennilegt að borða. Fékk ekki niðurgang. Þetta heitir að vera stríðsvettur eða ekki? Jú, allir það ekki bara. Jú, og það var svolítið svona pæling sko hjá mér. Það verður það svoleiðis? Já, ég svona sá alveg fyrir mér að vera eitthvað áfram í þessu.
En það var nú bara... Fólk var ekki langlýtt að því í dag alltaf ekki á Gaza. Nei, ekki á Gaza, en það er náttúrulega ekki alþjóðlegir blaðamenn. En svo veltum við líka fyrir sér varandi annað stríð sem Úkraína, það vantar eiginlega stríðsvita, við fáum eiginlega enga fréttir. Nei, það er ótrúlegt. Það er mjög undarlegt. Já, það er alveg ótrúlegt, það er alveg rétt hjá þér. Ég er nú bara ekki einu svona pælt í því. Var ekki samt einhver Íslendingur hérna? Já, hann er bara býr í Kív og segir ekki svona rapport, en svona fréttir nálagt vígvellinum að það voru lítið af slíkum fréttir sem kom úr stríði. Er eitthvað fréttabann þarna? Ég meina, ég hef ekki einu svona kynnt mér þetta, sko. Ég bara átta mikið alveg á þessu. Þetta er náttúrulega stór Við fáum eiginlega allar upplýsingar bara frá svona alþjóðlegum stofnunum og svona miðstöðum. Það er þessi rosalega mikið svona ritstýrt hvaða upplýsingar koma úr þessu stríði. Sko hérna 2004 í Afganistan, þá er þetta eiginlega besti tíminn vegna þess að það var búið að sko þá reka talibanina hérna út. Það var ríkti bara þó nokkur friður hérna í byrjun 2004. Þannig að ég gat bara labbað og hóað mér í leigubíl sko inn í Kabúl. Ég passaði mig náttúrulega rosalega á því að klæða mig eins og sko bara eins og konur, ekki, og náttúrulega ekki í burku skiluru, en ég var í síðri kápu og með slæðu og bara dressaði mig eins og konurnar hérna voru að dressa sig. Já, svona when in Rome, eins og sagt. Já, og mér leið aldrei illa í Kabúl og ég ferðaðist landið, reyndar oft sem ég slóst í för með NATO hérna, og fór í svona konvóis og svona. Og þú veist, ég man eftir að ég spurði sjálfa mig það þegar ég var þarna, sérstaklega ég fór einhvern tíma til Kunduz í norður Afganistan og ég kom hérna á sunnudegi og þá afsakaði hérna reppin frá NATO sem var að taka á móti mér hérna og annari blaðakonu frá AFP og hann sagði þið bara verið að afsaka það hérna frídagur á sunnudögum. Það er ekki frídagur á sunnudögum í Afganistan, það þú veist, en hann bara þið verið bara að afsaka það er frídagur hérna hjá friðargæsluliðinu sko. Þannig að þeir eru bara allir að slappa af og eitthvað svona. Það lágu bara allir þjóðverjarnir í einhverjum spýtóbuxum við sundlaugina sko. Og þetta var svo súralíst og ég man eftir að ég var að hugsa með mér, hvað er NATO að gera hérna? Veist, þetta var svona pæling þá sko, 2004. Mér fannst þetta svo skrítið sko. Svolítið langt frá mandeitinu sko. En það fylgir nú oft, hvað ég segja, vesturlandabúum, það sem við koma. Það búa sér til svona eyjar. Já. Það eru svona viðurkenndur eyjar inn í sumum, er ekki svona hverfi í Sádi-Arabíu sem að geta verið svona eins og dettir allt inn í Evrópu og svo rotta þessi saman eiginlega mjög víða þess að búa sér viðhalda sinna eigin menningu. Hvítir menn eru expatriates erlendis en brúnt fólk sem kemur til Evrópu eða Vesturlanda eru immigrants. Já, og það er ekki þegar hvítir maðurinn fer í önnur lönd að þá tekur að menningur sína með en hann ætlast til þess að fólk skilji menningun eftir. Algjörlega, já. Herðu, en kannski fyrir við eitthvað svona ferðarlag með þér í lönd en eins og Afganistan. Getur við einhvern veginn lýst Afganistan 2004? Það er hérna, maður sé svona greinar og myndir og hitt og þetta frá Afganistan svona 1970 og þá verður svona verða vestrænna og þá hugsar fólk og horfir á þessar myndir svona, já, Afganistan hefði nú geta orðið hitt og þetta. En svo ser maður myndir í dag og þá verða svona annar svipur. Hvers konar menning er þetta? Margskipt eða var þetta bara mjög þunn svona yfirstjætt sem að var þarna 1970 sem var að taka upp svona vestræna hætti og sem að lá raunverulega bara ofan á alþýðu manna eða? Já, ég held að Kabúl og svona borgirnar hafi kannski verið að færa sig átt til þess að vera svona meira líberal en sveitirnar var náttúrulega bara allt mjög og einmitt þetta sko tengdist í, þetta var svolítið stéttskipt sko en það er svolítið skemmtilegt frá því að segja að þegar þú hittir einhvern sem að var sko komin yfir 50 að þá svona í Kabúl eða Herat eða Kandahar að þá hérna voru þeir margir sko hugsuðu með svona, þú veist, þeir voru með viskíflösku, skilurðu einhvers staðar falda. Þeir voru ennþá, mér var bóðið í lönns hérna á samt nokkrum og þú veist, þetta var alveg svona ok, nú fara einhvern lönns og svo setjast við niður og þetta eru afganskir gamlir kallar sko. Allir með massút hattana og þeir voru tajiks.
og þú veist, svo bara draga þeir fram bara bús, það er bara bjór og whisky og þá var svona komin einhver svona afsökun fyrir því að draga þetta allt fram því að við vorum náttúrulega, veist, en þetta var, þannig að þetta var alveg þarna og þú veist, þeir voru að tala um gömlu góðu dagana og líka Sómalíu, það sem ég er að vinna, þú veist, ég meina, þar eru konur sem tala, ef það eru komnar yfir 50, þá muna þær eftir gömlu góðu tímunum, þegar þær voru bara í pilsum og þannig já, Afganistan, ég ætla sko, þegar ég fer til Afganistan, þá er ég basically, flýði til Dubai frá Frakklandi, ég bjó í París þá, ég flýði til Dubai og ég hopp upp í vél hjá Ariana Airlines sem voru þotur sem Indian Airways hafði gefið afganskum yfirvöldum. Þetta voru náttúrulega, þú veist, það virkaði ekkert í vélinni, hvorki sætið, né sætisbeltið, borðið, glimtu því sko, hvað þá klósettið. Og síðan er ég hérna einhvers staðar lengst aftast og ég minn heitir breiðþota, þú veist, og ég bara þú veist, algjörlega aftast, vafin einhverjum gæjum sem voru að koma, þú veist, allir með turbanna og allan pakkan og þeir voru að koma úr pílagrímsferð frá Saudi. Og ég get sagt þér það, ok, þú veist, þeir eru náttúrulega ekki kannski búin að fara í bað mjög lengi, sko, og svo fóru þeir allur úr skónum og veist, og þú veist, þetta var bara svona, ok, þetta er aðtilsvert. Ég lokaði augunum og ég hugsaði með mér, þetta er bara svona eins og ostalykt. Þetta er fyrsta, og svo lendi ég í Kabúl og ég var svo spennt og ég fann það bara að ég var bara komin einhvern veginn á réttan stað. Þú veist, þarna var bara ævintýrið að byrja og þegar þú veist, hafa náð í mig þarna því kærastan minn hafði farið á undan og hann var að vinna hjá svona góðgerðarsamtökum og það var náð í mig og ég hoppi upp í bíl og svo bara keyri út úr flugvellinum og það bara fyrsta sem ég sé er bara konur í búrkum og fólk bara, þú veist, menn klæddir eins og þeir voru klæddir fyrir 600 árum og moldakor og svona og ég, veistu það, mér fannst þetta svo bara geggjað, þetta var bara, þú veist, þetta var bara svo að fara á aðra planetu. Hvað er svona exostýrt eða spennandi við þetta? Bara átta sig á því hvernig heimurinn er ekki eins og, þú veist, múin að búa í einhverjum heimi og það er það að fá innsýn í hvernig komast út úr skilinni bara. Já, og bara fara að skilja hlutina betur í viðra samhengi og líka bara sko að því við erum komin svo langt frá bara svo mörgu að í okkar nútíma samfélagi, þú veist, við erum einhvern veginn og það, þú veist, mér finnst mjög gaman ofta að koma, þú veist, til Vesturlanda aftur heim, hvort það er hér í Bretlandi að fólk fríkar lút yfir minnstu atriðum sko, þú veist, eitthvað sem bara skiptir engu máli. Þú veist, þegar maður er búin að horfa upp á fólk sem er virkilega klást við erfiða hluti, sko. Hvað sem það er hungursneyð eða stríð. Sko. Já, bara ef það má ekkert fara út af, sko, þá verður allt brjálað, sko. Og einmitt, við vorum að tala um umferðina og svona, þú veist, ég meina, það er bara, fólk verður rosalega stressað ef það er einhver smá breyting í umhverfinu þeirra. En, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera núna í umhverfi síðan 2004. Það var mitt fyrsta svona stríðsátakasvæði 2004. Það eru fljóta að vera frek. Það er víst sagt að fyrst þegar kom net í flugvélar sem voru að fljúa hana, ég ekki 30.000 fett. Það sem maður situr í stóli í einhverju tunnu og getur verið á internetinu. En það var fyrsta fluginu það sem þetta var leyft og það kom smá högt og það kvartaði fólk strax. Það var ekki net. Það var eiginlega krafan var eiginlega komin áður en að lausnin var komin. En við erum fljóta að vera frek. Það voru gott samt að fara í flugvél og slökkva bara á netinu sko. Ég fer aldrei á neti í flugvél. Ég baði ekki að þetta er þið sett inn í vélarnar sko. Þetta er rosa breyk og stundum hef ég bara logið. Það fólk kvartar núna yfir þessu, er ekki netina? Ég bara logið stundum hef ég vilja fá frið sko. Það var ekki net í flugvélni til að fá smá frið í nokkra mínútur. En þú sagði þér áðan að þetta var eins og hvar 600 ára, eða þeir voru klæddir eins og fyrir 600 árum og þú varst að fara aftur í tíman. Já. Getur það ekki verið ástæðan fyrir því að öfutu þig, þá er fólk eitthvað sérstakann áhuga á þessu. Þess að, hvað kemur mér þetta við? Ég er 600 árum komin undan þessu, þetta er bara eins og sagfræði eitthvað, jú, þetta er svona interessant í sjálfum sér, en þetta er ekki heimurinn, þau hljóta enda eins og við. Fólk er náttúrulega misjamt, ég meina fullt af fólki sem nennir ekkert að ferðast og finnst það ekkert eiga neitt erindi út fyrir sveitina og við síst af öllu sjá svona akkurat, þannig að við erum öll mismunandi gerð og ég meina ég held reyndar að sé eitthvað flökku gen í minni fjölskyldu af því ég er ekki ein sem að hef svona ákveð að leggja land undir fót því að ein frænka mín, hún
hún var hérna hjá Rauða-krossinum, alþjóða Rauða-krossinum og hjúka, svefnlæknir og hjúka og ég meina hún var þar sem Talibanir voru hérna 90 og eitthvað, hún var í Eþíópíu í hungursneiðinni, ég meina ég hitti hana einmitt 2004 í Afganistan þar sem hún var að vinna á sjúkrahúsi í Afganistan með hérna var með sjúkraþjálfun fyrir börn og þannig að þú veist þannig að ég ekki ein í fjölskyldunni sko og svo önnur frænka mín sem diplomati var hjá utanríkisráðuneytinu í mörg ár þannig að það og einn frændi mín sem landi undir fót og fór að bjóða í Malasíu í fleiri ár þannig að það eitthvað þarna í minni fjölskyldu sem að dróði inn í þetta sem að síðan verður starfið svona öryggismál. Það einhver þrá til þess að fara út fyrir landsteinina og skilja heiminn betur, upplifa eitthvað annað, já, það syndar þegar ég var í Afganistan þá fannst mér rosalega gefandi að tengjast fólki sem var ólíkt eins og ég, því ég áttaði mig alltaf á því hvað við vorum þá samt í grunninn lík. Öll þessi umgjörð með hvort að þeir var í svona fötum og með þessi trúarbrögð og í botnina þá, þú veist, það svo frábært þegar þú tengist fólki, jafnvel talar ekki eins og sama tungumáli og samt nærðu einhvern veginn að tengja við það. Og ég fór seinna aftur til Afganistan að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar og ég var sett inn í ráðuneyti, ég var bara með einhverjum örfáum útlendingum þarna en yfirmaður minn var Afgani og þannig að hverjum degi fór ég á svo skrifstofu sem var bara þetta var í sem að varafórsetinn, þetta var hans kompánd og þarna var skrifstofan og bara Afganir og það fannst mér geggjað, þú veist, bara að vera með þeim og þeir náttúrulega tölu allir í brendi ensku, þetta var allt lært fólk og alveg svakalega gaman að vinna með og ég get sagt þetta að húmórinn í þessum fólki, þrátt fyrir allar þessar áskoranir, alveg magnað að vinna með þeim, rosalega gaman. Þannig að, já. Magnast húmórinn í erfiðleikum, nei? Hvað segirðu? Húmórinn getur verið vardatæki. Hann það algjörlega, ég meina sómalir eru ótrúlega fyndnir. Þeir sjá djókið í öllu, Það alveg sama hvað hlutni geta verið hræðilegir. En samt, Írakar eru ekki fyndnir. Nei, jú, þeir eru það, en þú þarft að tekur rosalega langan tíma að komast innundir hjá Írakunum. Líbíumenn svolítið svipaðir, af því að þau hafa búið við svona einræðisherra og búið í mjög svona þrúandi kerfi og þeir brosa ekki fyrir það þú veist, það tekur langan tíma að vinna sig inn í hjörtu þeirra og ná tröstinu, Næstu eins og Akureyringar. Nei, ég segi það er sagt að það þóttu sér búin að búa þær í 30 ára þá ertu utan Já, þú ert alltaf utan að koma, það er alveg rétt. En þannig það sem að dregur þið áfram er eitthvað persónulegt bara til langar að sjá og skoða? Mér finnst það fer rosalega taugarnar með að sjá óréttlæti og ég veit það ekki oft spyr maður sig og fólk í mínu starfi spyr sig bara hvað ég að gera þú veist, maður sér oft ekkert ávinningin af því sem maður að gera eða resultatið, þú veist, það tekur svo langan tíma að breyta einhverju á stríðsátökusvæðum og svo náttúrulega Svo líka það sem að þið gerið getur verið strókað út bara á einni viku. Það það sem búið að gerast til dæmis á Haítí, öll vinnan og Súdan. Þú veist, ég var í mörg ár að fara inn og út úr Súdan og var að vinna með stjórnvöldum og að reyna að við vorum að reyna að bæta aðgengi fólks að svona lagalegri aðstóð í Darfur til dæmis. Við vorum að reyna, ég var að vinna með lögfræðingum og ég var að vinna með, þannig að flóttafólk eða fólk sem hafði þurft að flýja þorpin sín sem var bara í flóttamannabúðum, að það fengi betra aðgengi einhvern veginn og að bæta löggæsluna og treyna þá í því, en þetta er bara allt, eins og þú segir, öll þessi vinna, hún er algjörlega farin, bara í rúst, Allt sem öll, þú veist, byggingar sem voru byggðar, bílar sem voru gefnir, þú veist, fyrir lögreglu og allt svona, þetta er allt farið. Bara Nýjala og El Fasher, þetta er bara þannig að það er rosalega erfitt og Haítí finnst mér eitt versta bara ræðilegt að því ég var partur af sendinefnd sem fór niður eftir að hafa verið að vinna þarna í nokkur ár að koma, það er nú ekki langt frá New York, Haítí
Þetta einhver 3,5-4 tími, sko. Og ég var alltaf þarna, off and on þarna. Svo bara, þú veist, allt í einu farið að tala það að loka friðargæslunni. Þú veist, og ég og fleiri, ég meina, eins og ég segi, ég var þarna partur af sendinefnd til þess að gera úttekt á því. Þú veist, hvað væru viðmiðin sem gæfi forstöðuna fyrir því að loka friðargæslunni. Og þú veist, fullt af okkur sem sátum og sérstaklega þess að því ég var náttúrulega að skoða lögregluna sérstaklega og glæpagengin. Að þú veist, það var ekki fungerandi dómskerfi, veist að eitt versta atvik sko bara á mínum ferli var að fara í fangelsi í Port-au-Prince. Veist að ég hef bara aldrei séð þú veist, þetta var fangelsi sem var sko 5 sinnum meira fólki að inni heldur en það raunverulega gat hýst. Og svo var búið að þurfti að loka einhverjum deildum af því að það var hann að jarðskjálfti 2010, dóu meðal annars mjög margir hjá Sameinuðu þjóðunum. Þannig að partur af fangelsunni var sko í niðurníðslu og ég fer hérna inn í svona gang og þar þetta bara eins og fólk í búri og það voru svo margir inn í fangaklefunum að þeir gátu ekki sofið á sama tíma. Og það sem að fór svo fyrir brjóstið mér það að ég labbaði hann inn og ég menna þú veist ég veit ekki hvað við vorum að labba í sko. Þú veist þetta var bara þetta var einhver mixtúra af mat og þvægi og einhverju sko. Og ég missi síman minn þú veist í þessa drullu. Og þegar ég beigi mig niður þá svona maður sem hérna á gólfinu á bakvið rimlana sem segir við mig á frönsku, þeir tala frönsku fella attention og eitthvað svona og ég bara, þú veist, hugsaði þessi maður að biðja mig að fara varlega hann þú veist, það bara hafði sleift hérna og ég bara þú veist, mér fannst það súrrealist og ég náttúrulega þakkaði bara fyrir mér en mér leið svo illa, ég bara, þú veist, hugsaði þessi maður og það versta við það, ég vissi að þarna í þessu, að ég fór sérstaklega að skoða þetta fangelsi, ég vissi að langt flestar inni það var ekki einu svona vitað hvenær komið þarna inn eða fyrir hvað. Það var ekki einu svona registrað sko pappírarnir, þannig að þarna var bara fullt af fólki inn í þessu fangelsi sem að kannski stóli einhverjum kjúklingi eða eitthvað og búið að vera þarna í 6 ár og bara gleyma þeim. Þannig að við fórum réðust í það að reyna að fara í gegnum case-loadin sko og intervjúa og svona til þess að reyna að losa þarna í þessu fangelsi. Og það var starf sem að var að byrja þegar allt fór til helvitis vegna þess að svo þegar friðargæslan lokaði það var það bara þannig að þessi 17 manna lögreglulið það bara hafði engan bilbug til þess að díla við þessar ótrúlega virkilega stóru glæpagengi sem í rauninni réðu stórum svæðum í höfuðborginni. Ég ekki svarir það að þetta svo brútalt þarna og það svo hræðilegt til þess að hugsa hvað gerst eftir að friðargæslan fór að þú veist, þarna finnst manni þetta var til þess að spara peninga og þetta var bara ömurlegt að horfa upp á Bandaríkin og öryggisráðið ákveða það bara loka þessu. Þvílík mistök og sami Darfur. Þannig að maður svona horfir upp á aðildaríkin sem að taka þarna aðdrifaríkar ákvarðanir sem koma svo aftan að okkur og kosta okkur miklu meira til framtíðar sko. Þú veist, það hefur verið betra að halda áfram að borga 200 milljónir bandaríkjadala fyrir þessa friðargæslu þarna heldur en að loka henni sko. Því að það ekkert núna, þú veist, það komið friðargæslulega aftur á Haítí en ég meina þetta hryllingur, það ekki hægt að lýsa þessu sko. Það bara hópnaukanir og dráp. En af hverju þetta hryllingur? Því að maður myndir halda að þetta landið eiginlega svona paradís og jörðu, ekki? Landið náttúrulega, landið á náttúrulega landamæri, þetta sama eyjan og dóminíska lýðveldi. Þannig að þú veist, þú ert bara, ef þú kemst þar yfir, þá ertu bara á túristastað sko. En þau nú loka hérna vel á milli sko. Þannig að jú, þetta alveg óbóðslega fallega eyja. En þetta náttúrulega svo nátengt nýlundisögunni. Þetta náttúrulega efnaðslega órættlætið að Frakkar voru að fá sko Haítí lendir í því að sko þegar það uppreisn á Haítí að þá þurftu að borga Frökkunum, landeigendunum eða þrælaeigendunum alveg svakalegar upphæðir í einhvern svona reparation
Þetta eina svona stórkostlustu frelsisspiltingum, þetta þræla upprist sem í... En þeir átti ekki séns vegna þess að þeir voru að borga langmest, þeir voru bara með þessar voru að borga til frakkana, held ég bara til 1940 eða 50. Næra okkur tíma held ég. Já, jafnvel sko, ég man nú ekki alveg hvernig það var. Þannig að þeir náðu aldrei að þróast því þeir voru bara í því að borga frakkonum. Skaðabætur til þræla eigendana, hugsaði. Þrælinn borgar þræla haldaranum. Já, það var eitthvað svona svipað í Brasilíu en ekki kannski á þessum skala að það voru borgaðar skaðabætur. Hugsaður. Ég veit þetta því að Hannes Holmsteinn reglulega rifjað þetta upp að segja að þetta hafi verið gáfulegra að borga þrælahöldurunum skaðabætur heldur en að taka af þeim þrælana án bóta. Já, þá hlýtur það að vera rétt fyrst að Hannes Holmsteinn segir það. Já. Herðu, en þú varst að segja mér aðeins frá Kabúl. Segðu mér aðeins frá Haítí. Þannig að þetta fólk sem kemur frá Afríku að stóru leyti. Já. Þrælar sem voru þarna að vinna á plantegrum sem að frakkar áttu. Já. Og það meir og minna afkomendur þrælana sem eru þarna. Já. Og það ekki svona afkomendur frakkana eða eins og Spánverjarnir eru stundum þarna og Kúbu og víðar. Já, það reyndar ennþá sterkt samband við frakkana. Það voru margir frakkar þarna sem eru náttúrulega eiga peninga og eru þarna búa en það eru líka frá Líbanon, margir þeir eru nú alls þar. En það þarna hvít yfirstétt sem hefur einhvern veginn verið þarna mjög lengi. En þegar maður kemur til Haítí, þetta alveg rosalega sérstakt upplifelse að því að mér finnst ég verið í Afríku sko. Þú veist, það eru eins einhvern veginn bara jafnvel byggingar og annað. En eitt með Haítí, þetta alveg frábær kúltúr, bara list og músík. Svo svona þetta vúdú dæmi líka. Sem blandast inn í kaþólska trú með ævintýralegum hætti. Já. Það ekki til fallegri dýrlingamyndir heldur þarna. Nákvæmlega. Sem þá þetta raunverulega svona afrískar minjar sem hafa verið feldar inn í kristna. Jesúítarnir, þeir voru svolítið góðir í þessu. Þeir aðlögðu menninguna. Þeir gáttu aðlaga kristina hverju sem Sko, í Írak, í Bagdad, þar fóru langflestir af þeim sem fóru áfram og urðu að einhverju, þú veist, í ríkisstjórninni og svona valdamenn, þeir voru allir í Jesúítaskólanum í Bagdad. Þetta ótrúlegt, alveg magnað sko. En þetta en áður þessum myndum sem voru með, það einn gaur sem svona stundu krókódíll alltaf að reykja, hann drekkur viski, ég man ekki alveg hvaða tilíkur hann í kaþólsku, en þetta svona frummyndir af fólki og afli í lífinu. Já, ég á myndir af þessu einhvers staðar sem ég fór að skoða eina kirkju mitt og þetta var svona. En ég líka bara, þetta líka endurspeglast svolítið í listinni þeirra, götulistinni alveg frábær til dæmis og mjög litrík mitt. Og svo ég ferðaðist nú ekki mikið eyjuna per se, ég var mest í Port-au-Prince en ég fór á áðurna allt fór aftur í Vitleysuga þá voru frakkar að koma beint flug frá Frakklandi, þú veist bara á strönd, ég meina það voru bara þú veist, hótelarna og staðir sem fólk var en þetta náttúrulega bara því miður, þetta allt farið í dag og á eftir að taka mjög langan tíma að byggja þetta land upp vegna þess að, já, ég fór í eitt bara svona lokum með Haítí, ég fór í kvennafangelsi. Herðu, Bandaríkjamennir höfðu sem sagt borgað undir fangelsi, þeir byggðu fangelsi, þeir letu fé í það og kvennafangelsi. En það gleymdist að hugsa út í það hvernig vatnið, það var engin vatnslögn. Þannig að þegar við komum, ég kom í einhverju sendinemnd, þá voru stelpunnar að grátbiðja vatn. Pældi í þessu. Það var ekkert vatn í krönunum og það kom einhver trukkur með vatn, þú veist, einu sinni í viku eitthvað svona og þegar ættingjar kom í heimsókn, þá kom ég með vatn handa þeim. Þær gátu ekki þvegið sér. Þær notuðu vatnið bara til þess að drekka, en það var ekki einu sinni vatn fyrir getur ímyndað þér. Þannig að þetta var ekki... Það nú víða þannig að það eru ættingjar eða einhverjir sem að koma með mat í fangelsi og líka á sjúkrahús. Já.
Það fyrir ekki matur og sjúkrahúsinu, þannig að það verður ykkur að koma með hann. Ég var í Suður Súdan og á stað sem heitir reyndar Disputed Area, þetta ABA, þetta á milli Súdan og Suður Súdan. Og ég mæti þarna og þetta var svo hallarslegt, ég bara gleymi þessu aldrei. Ég var þarna að gera úttekt á friðargæslunni sem sagt frá New York og við erum þarna 3 frá höfuðstöðunum. Og þú veist, alveg hallarslegt, sko, öll í kakíbuksunum og bláum skýrtum eða eitthvað álíka, sko. Og landkrúsarjöppum. Já, þú veist, alveg típist. Sérstökri afturhörð. Það vantaði bara hattana, sko. En ég held að við verðum bara að gera úttekt og ætlum bara að vera þarna á skrifstofunni og svo ákveður einhver í þessari friðargæslu. Það verður rosalega sniðugt að fara með okkur, sko, á eitthvað svona town hall. Og þú veist, ég gat ekki stoppa þetta fyrir við vorum bara komin upp í jeppan og þá var bara sagt, já, við ætlum aðeins að stoppa hér. Og þá settust við niður fyrir framann fólk sem á ekki neitt, sem fastan í ABA, með einhvern eitt svona chief og sem að byrja að sko, þruma yfir okkur, fair play, og hvað að og svona. Og svo öllum stillt upp þarna, þetta svona eins og sjó, bara curated sjó og pöpullin úr þessu nærliggjandi þorpi, allt mætt til þess að hlusta á þetta 3, þú veist, næpu hvítt fólk í kakíbuksunum og ég man bara eftir í hvað ég skammaðist mín. Ég bara hugsa með mér, þú veist, hvernig dettur yfirmönnum í hug að stilla þessu svona upp, eins og við séum einhverju boðberar, við höfum ekkert að bjóða þessu fólki. Og ég lærði mikið af þessu því að alltaf eftir þetta það var ég bara, ég vil fá að sjá agenda og við förum ekki út af því, þú veist, það ekki þetta, en þá mitt var fangelsi og þetta var mjög fáar byggingar sem voru bara hreinlega standandi þarna því það náttúrulega staði yfir átök þarna á milli Súdan og Suður Súdan og þegar þetta var líka bara Súdan, þá voru þarna alltaf átök, sko. Og þetta var einhver hræðileg bygging sem var svona lögregluslaus bara fangelsi og það var tróðfullt af einhverjum ungum mönnum sem var eiginlega ekki almennilega að vita þeir voru bara svona troublemakers og og þá var einmitt þetta. Það var engin matur fyrir þá þannig að þeir voru bara upp og það komnir að einhver kæmi mögulega og gæfi þeim mat. Þetta var allt svona. Og þetta bara staðreyndin. Ég fór út mjög víða í Suður Súdan og heimsótti þorp og skoðaði svona aðstæður og það bara, þú veist, þetta bara normið einmitt. Það fólkinu skellt á baku lás og stá, það ekki dómskerfi sem getur tekið við og svo bara ákveðir einhver, bara já, hann búin að vera nóg lengi. Og en það engin matur eða neitt, það engin þjónusta við fólkið í fangelsinu, það verður bara hreinlega einhver að koma og gefa því að borða. Það svona, maður gæti að kalla þetta svona útrýmingabúðir að það hefur verið að drepa fólk á vanrækslu, á hungri og sjúkdómum. Ég meina, dánatíðnin ansi há að þinni. Já, dysentery, í þessu fangelsi í Port-au-Prince, það dó alveg ótrúlega margir bara úr dysentery. En svo hef ég líka séð á Sri Lanka, þar var ég næstu í 3 ár og það svona fyrsta, heimsókn mín til Afganistan sem svona fyrsta átakasvæði sem ég fer á var í rauninni rosalega gefandi og skemmtilegu tími og það var ekki fyrir svona, ég kem í janúar, það ekki fyrir í nóvember að hlutirnir fara, þá fer maður að finna að öryggisástandið að versna og ég man það að það var stúlka sem ég ætlaði að fara að hitta og sem var hjá Médecins Sans Frontières, læknar á landamæra hún hét líka Helen og hún var drepin í konvói fyrir utan Herat. Þá allt í einu svona og sama tíma þá voru var 3 starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna rænt, kosningaeftirlitsfólk. Ég var þarna þegar Karzai var kosinn. Það var rosalega gaman. Ég fór í á kosningastöðina og nálægt mér og fylgdist með konum kjósa. Þetta var magnað. Ég reyndar á því að það aldrei átt að kjósa svona snemma því að fólki var náttúrulega ekkert tilbúið í einhverja kosninga, sko. Það kaus bara þessa stríðsherra sem þú veist. En það önnur saga. En þá fundum við það að ástandi í Afganistan þetta var ekkert lengur svona eitthvað létt grín, sko. Það var gerð árás og norðmenn rétt hjá flugvellinum þar sem einhverjir dóu. Þannig að, en ég fer þaðan til Sri Lanka. Þá það utanríkisráðuneytið sem réði mig til þess að fara sem talskonu friðargæslunnar á Sri Lanka eða friðareftirlit á Sri Lanka.
Og ég rétt mætt sko, þá þetta jólin 2004 og ég bara nýlent sko liggu við og ég fekk frí þarna morgunin annan jólum að ég fer á ströndina og ég man þegar áður en ég fer á ströndina þarna heim hjá mér í Colombo þá sé ég að það hefur verið jarðskjálftar í Indónesíu. Ég var ekkert að spá mér í því. Bara 9,1 einhvers staðar í Indónesíu og svo fór ég bara á ströndina. Svo bara ég og kærastinn minn hann á ströndinni og svo bara allt í einu komin flóðaldan yfir okkur. Þannig við vorum bara svo heppin að við vorum á vesturströndinni þannig að þetta var ekki svona, okkur var bara runni sko ítt upp á svona herra level og svo bara fór allt út með sjónum og svo kom önnur inn en við vorum svo einhvern veginn hátt uppi þannig að við vorum mjög heppin og þá hringir í mig yfirmaðurinn minn því ég hafði verið með síman í höndunum sko. Þannig ég ríkjald með síman og hann var þetta var svona Nokia sími í svona hulstri þannig að hann mátti blotna og ég bara hringi síman og bara hvar ertu? Og ég bara hér þá bara kom í ljós að þetta var tsunami og ég gleymi ótrúlega mannskæðar Jesús og svo fer þetta svona að koma í ljós hvað gerðist og ég fór í þyrluflugi yfir austurhluta landsins og það alveg var hrikalt að sjá eyðilegginguna og við vorum ótrúlega heppin að missa ekki fólk í friðargæslunni af því þá voru þó nokkri sem lentu, það voru 2 sem voru í svona villum eða svona bungalows á ströndinni á austurströndinni sem lentu algjörlega undir vatninu og þeir voru báðir kafarar. Þannig að þeir kröfluðu sig einhvern veginn út úr húsunum eða komist út. En það sem svolítið eftirminnilegt sko, þarna annar jólum og að fyrsta sem ég geri að hringja í ráðuneytið þegar ég var búin að fá að staðfesta að engir Íslendingar hefði látist. Því að ég hugsaði með mér, þetta kemur í fréttum og það hefur panika ástandina heima og ég hringi í kontaktinn minn í ráðuneytinu og ég bara, ég ætla bara að láta vita að það eru allir Íslendingar á lífi. Það var tsunami, margir vissi ekki einu sinni hvað þetta var, sko, tsunami. Það er tsunami en það eru bara allir á lífi. Og viðbrögðin voru, ok, þakka fyrir. Og svo hringdi ég í foreldra mína og þar fekk ég sömu lélegu viðbrögðin. Það var bara, þetta eru verið eitthvað svona 3 nóttin eða eitthvað. Já, halló, hættir Helena ég á lífi, ég vildi bara láta vita að það var flóðbylgja og já, ok, bæ svo náttúrulega fólki vaknaði og sá sko hvað hefði gerst að þá fekk ég hringingar og bara ég minn góður, ég er í lagi með ykkur en það sem hefði gerst var það að ég hefði sendt e-mail morgunin til allra vina mína, það var ekki komið Facebook sko bara ég er að fara á ströndina bara, ok e-mail öllum tilbaka og bara, það er í lagi með mig þetta var rosalegt, þetta var hræðilegt en það var smá athyglisvert við þetta að þarna í nokkra daga unnu Tamil tígrarnir og stjórnvöldar Sri Lanka saman en svo því miður þá eins og í banda Atsja endist ekki sko það er bara skammastund sem að mannúðin er ofan á. Já, en Sri Lanka mótaði mig alveg svakalega vegna þess að þarna dóu mjög margir sem að ég var að vinna með. Má ég spyrja þetta, þannig að það hafa vunnið saman? Já. Af því það svolítið svona, ég man það ekki, ég held að það hafi verið svona deila sem hafi átt rætur að rekja til jarðskjálftans í Lissabon hann eitthvað tímann, kemur ekki fyrir í birtingið eitthvað. Já. Það þegar að mannskepnan stendur frammi fyrir gríðalegum hörmungum að þá stendur hún saman eða að þá verðum við sko það versta dýrið sem er í okkur. Þú ert búin að fara í meiri hörmungarsvæði heldur ég. Hvernig bregst manneskjan við hrylling? Mér finnst yfirleitt fólk taka höndum saman sko. Það síðan bara pólitíkin og efnahagslegir það eru síðan þeir sem að verunulega ráða sem ákveða það hvernig það fer sko vegna þess að ég held reyndar í bandi Atsja að Indónesíu náttúrulega ekki komið ánga en það náttúrulega var þetta bara svo yfirgnæfandi að það, þú veist, þetta bara útrýmdi öllu en sko Sri Lanka varð eyðileggingin í rauninni ekki nógu mikil á vesturströndinni í höfuðborginni sjálfri. Þannig að hún snerti ekki eins mikið, lúxushótelin í suðrinu urðu fyrir barðinu á þessu og gól í suðrunni mjög illa fór út úr þessu en að því að Colombo í rauninni þú veist
var ekki rústuð í þessum tsunami að þá fór þetta bara aftur strax í sama farið sko. Og stjórnvöld á Sri Lanka nýttu sér svolítið mikið að Tamil tígrarnir sem að voru með svona míní sjóher sko, hann þurrkaðist út. Þannig að í rauninni var þetta sem bara tækifæri fyrir stjórnvöld til þess að reyna þá að þú veist, bara snúa á niður og og það þú veist, það verður rosalega breyting. Ég tók þátt í 2 friðarviðræðum í Genf á milli Tamil tígrana og stjórnvalda á Sri Lanka. En málið að það sem gerist það var ákveðin ballas. Sko, Tamil tígrarnir réðu yfir bara held ég 1/6 af landinu, ef ekki 1/5 á tímabili, sko. Og bara mjög stóru landsvæði. Og það var svona ákveðin balans. Og það er svolítið viðurstyggilegt og skítustríð. Þetta var óhugnarlegt. Og það er sko eftirmálarnir að þessu guð minn almáttugur sko. Því þetta var ekki mikið fjallað þetta vegna þess að þetta var svo einangra stríð, þú veist. En það sem gerist það sko að mannréttinda brotin og drápin á fólkinu þarna og bara þegar að stjórnvöld ná þarna að taka yfir loksins, fólkinu var bara hent inn í bara svona, þú veist, búðir, bara lokaðar fangabúðir og það bara, þú veist, það bara hörfu fjölmargir og þetta var hræðilegt bara og svona líka ég var að fara svolítið mikið upp til Kilinochi þar sem og var mikið að spjalla við Tamil tígrana við vorum náttúrulega ekki nema 63 hérna í þessari eftirlits, þú veist, þetta var pínulítið misjón sko, en þannig að við hlupum mörg svona í ólík hlutverk og ég var dálítið mikið að fara, ég fór hérna til dæmis að hjálpa við að semja 2 lögreglumennir látnir úr haldi sem höfðu verið gripnir af Tamil tígrun, manni ég var svona í fanga exchange og eitthvað svona viðræðum, en það sem að sko, ég var í góðum tengslu við Tamil tígrana og þegar ég meira þess að komi til Íraks og ennþá í tengslum við þú veist, Skype var komið sko þá var ég að heyra í þessum sem að vera yfir friðar hann var svona representari, hann var sérst reppin hjá Tamil tígrunum í friðar, það var svona sett upp einhver sella til þess að þessum var, þú veist, peace secretariat hjá þeim og ég vann rosalega mikið með honum og góðu vinur minn og hann í sambandi við mig og og ég vissi að herinn var alveg við það að fara að þurrka það út og þeir komu fram og þeir sérst gáfust upp, þeir löbbuðu fram með hvíta fána á allan bakkan og þeir voru bara dritaði niður. Þeir höfðu reynt að hafa samband við, voru í samband við Normenn sem voru yfir þessari friðar eftirlits. Það var reynda búið að leggja hana niður, stjórnvöld lögðu bara niður eftirlitið sko, en þeir höfðu samband við Normenn, þeir höfðu samband við Sameinuðu þjóðirnar og ég man bara, ég satt í Erbil í Írak þegar að vinur minn sendi mér e-mail með mynd af þessum manni, vini mínum, þar sem hann var mynd af honum, bara staðfestur, búið að drepa hann. Og veistu það, ég man bara, ég gjörsamlega féll saman. Eftir öll þessi ára hafa hort á svo marga drepast, þú veist, það var þetta moment, þar sem ég satt ein í einhverju herbyggi í Írak og ég bara, þá einhvern veginn bara öll 3 árin, bara ég bara algjörlega, ég fá ennþá, þú veist, alveg bara... Og þá líka tilfinningum svona tilgangsleysi þess sem þú hefði verið það. Já, líka bara því að þú veist, hann hafði drauma það að hann myndi bara reyðlega, þú veist, bara fá eðlilegt líf. Að því, sko, lífið hjá tígrunum var svolítið erfitt. Það voru margir aðeins sem vildi ekki endilega verið í þessum aðstæðum og langaði, þú veist, þegar þeir fóru að ferðast til Colombo og fara á fundi og svona, þá sáu þeir möguleikan á betra lífi. Og og ég á vini norskan vin minn sem bjó lengi vel upp í Kilinochi, það reyndar einn Íslendingur sem var líka upp í Kilinochi, það verður rosalega erfitt að vera ekki sko attached, þú finnur þessi tengsl og þú vilt virkilega sjá fólki fari í betra líf en því miður að þá var það nú ekki svo og núna friður. Hver var barátta þá sjálfstæðisbarátta þessa fólks? Réttlætisbarátta, já. Þá að stjórnaði verið ekki undir öðrum? Algjörlega. Og það því singalarnir voru búnir að banna jafnvel sko tungumálið þeirra, þú veist, þetta var mjög mikið óréttlæti. Þannig að þetta er réttlætisbaráttan. Saga Tamil tígrana er mjög merkileg sko.
Þannig þetta svona frelsisbarátta. Já, en ástæðan fyrir að þeir tapa... Eins og Kúrdar eða Palestínumenn og með þetta flokkaðu þannig. Algjörlega, en ástæðan fyrir að þeir tapa þessu stríði það var þarna balans, en það er War Against Terror sem kemur upp úr þessu 9/11. Það sem að Bandaríkjamenn og hvert einasta sendir á gat þá sótt meiri resursa, þannig að allt í henni fór CIA að því þeir voru flokkaði sem terroristasamtök í Bandaríkjunum. Þá fór allt í henni að streyma inn fjármagn og aðstoð frá Bandaríkjunum til stjórnvalda á Sri Lanka. Þannig að þeir fóru að koma í vekk fyrir vopnasendingarna sem Tamil-tíkarnir voru að fá. Veist, það var miklu meiri peningur í reconnaissance, maður var farin að sjá svona einhverja CIA-típur hérna á flugvellinum. Það var málið, sko. Það var aflið sem að dugði stjórnarherrundum til að... Í rauninni, já. Ég ætla að spyrja þig samt hvernig maðurinn bregst við hryllingi. Hvort að við verðum betri eða verri. Og þú, hausinn sem þú sást, ég býst þú hafi ekki séð mannin sem að var að vara þig við í fangelsinu í Port-au-Prince. Það svona dæmi að sko samkenndin er meiri því minna sem fólk á. Já. Gæti verið sagði það. Já. Það sem hann er að vara þig við. Já. Bara sýkingarhættunni í drullunni sem hann liggur á gólfinu sem hann liggur í sjálfur. Já, einmitt. Þannig hann gæti verið dæmi það að sko mennskan lifir. Já. En samt vitum við að í hryllilegum aðstæðum að þá kastar fólk af sér mennskunni og getur, það er bara lífsbaráttan verður svo grimm að ég verð bara að klóra augun úr náunganum til þess að komast áfram. Fólk náttúrulega breytist bara í stríði og ég meina, mér verður núna að hugsa til dæmis ástansins og Gaza, hvernig ætlar, þú veist, fólki sem að upplifir þessa grimmd og þetta óréttlæti. Ég held nefnilega að ef þetta eru svona náttúruhamfarir og svona, þá tekur fólk sér saman. Ef þetta eru stríð og það er eitthvað svakalegt óréttlæti, að þá verður fólk, þá einmitt gerist það sem að fólk er tilbúið til þess að gera hvað sem er til þess að annarkvort að hefna sín eða berjast gegn rétt. Og þetta ég er náttúrulega búin að stúdera þetta mikið í minni vinnu og unni mikið í kringum violent extremism. Af því ég er búin að vera að vinna náttúrulega í Miðausturlöndum og þetta er bara með Al-Shabaab, sko. Og Talibanna. Þú veist að þetta eru allt réttlætisbaráttur. ISIS var náttúrulega svolítið spes fyrir breið því það kom út úr hernámi. Bandarækjumanna, þú veist. Það var sjúkt mentalitet en það kom upp úr einhverju svona órættlæti, sko. Þú veist, ef að Bandaríkin hefði ekki ráðast inn á því að ISIS aldrei orðið til, menn það er bara staðreynd. Og trú getur orðið mótvægi við kúunar stjórnvöld. Við þekkjum það bara að kaþólska kirkjan á Írlandi var farvegur gegn kúun Breta. Kaþólska kirkjan í Póllandi gegn Sovjetinu. Þú veist, þannig að ef það er einhver stofnun í samfélaginu, stundu getur þetta verið verkalýðshreyfing eða guðma þetta hvað. Einmitt, bara einhver farvegur. Eða einhver farvegur. Og það mótar svolítið síðan hvernig andstaðan er. Algjörlega. Þannig að ég sé eitthvað réttlæta Nei, en maður verður að skilja ástæðuna fyrir því. Og það er það sem ég mikið hjá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur verið einmitt þetta að rýna í orsökina. Það þýðir ekki bara að díla við sjúkdóminn, sko, það verður að skoða orsökina. Þú veist, ekki bara að trýta symptómið, en þess vegna, sko, þetta yfirleitt, þetta er ekki þannig að það sé beintengsla milli fátæktar og öfgahyggju, alls ekki. Það er óréttlæti, það er sense of injustice. Og oft er þetta efnahagslegt óréttlæti, en það þarf ekki að vera það. Það getur líka verið eins og Tamil-tígrarnir, sko. Þetta var bara, þarna var í rauninni átti sér stað ákveðin svona, þetta er bara svo júkurs í Kína, sko. Það er bara verið að eyða einkennum þeirra menningu, sko. Og en þetta er sko en svo vill þannig til að þegar þessi syndicates eða þessar grúppur eða hvað þetta er, þessar eins og til dæmis Al-Shabaab og svona, þá getur þetta líka oft bara breyst yfir það að vera að glæpa starfsemi, sko, því að þau einhvern veginn verða að viðhalda sér eins og á Haiti og Líbíu. Akkurat, þetta getur þróast og Sómalíu. Já, þannig að svo núna til dæmis bara í Líbíu mjög athyglisvert, sko, að þar hafa einmitt Vesturlönd verið mjög mikið að íhlutast og nú er þarna svo margar fylkingar
sem sagt málaliðar, ólíka fylkingar, að það vill enginn gefa eftir. Þeir eru allir svo hrættir sko að ef þeir leggja niður vopna þá verður þeim verður bara stútað sko. Þannig að þetta er erfið staða. Afrika er á mjög erfiðum stað í dag vegna þess að svona uppgjörið hefur aldrei orðið. Þetta eru bara landamæri sem eru dregin. Svo hefur Vesturlönd verið að gera alls konar víla og díla við einhverja einræðisherra og það er einhvern veginn þá eftir að eiga sér stað ákveðu uppgjör, lýðræðisuppgjör í Afríku sko. Þú veist að fólki sjálft rísi upp og krefjist réttinda sína. En við höfum ekki sem Vesturlönd verið að hjálpa til vegna þess að við höfum verið meira en tilbúin til þess að, þú veist, bara bandaríkjamenn og fleiri hafa bara, þú veist, kvittað undir það að gera bara díla ef þú fylgir mér en ekki að því að tímum kaldastríðsins þá gerðu menn bara samninga við hvað það var ekkert verið að Mörgurslönd voru bara eyðilögð. Voru bara eyðilögð, já, einmitt. Fyrst kemur fá völd þeir sem börðust fyrir frelsinu. Já. Og allir þeir sem þjóðnýttu auðlindir sínar. Það hópur sem kemur fyrst og það kemur og nú er landið í okkar höndum og við þjóðnýttum auðlindirnar. Kemur ekki einhver liðþjálfi í hernum, bakkar upp af Vesturlöndum og fremur valdarán. Já, nákvæmlega. Handbókin sko. Og tók bara 3-4 ár, þá var draumur sko, sem hefur náttúrulega verið stórkostlegur sko, draumur í Afríku að fá sjálfstæði. Já. Íslendingar láta svolítið með sjálfstæði sitt en maður geta rétt ímynda sér hvernig það var fyrir kannski íbúa í Ghana. Já, að fá sjálfstæði. Já, einmitt. Og draumurinn það að geta lifað sko án þessara kúnar. Já, einmitt. Já, það er því miður ennþá langt í land og ég meina... Þetta var kaffært bara mjög fljótlega að Vesturlöndum. Til dæmis Sierra Leone sem ég hef nú komið til og unnið aðeins í, það er gott dæmi það að þú veist, landið búið að fá sjálfstæði en spillingin grasserar og hún stendur þjóðinni fyrir þrifum en spillingin er drifin áfram af erlendum fyrirtækjum sem að borga pólitíkusunum heila formúi til þess að hafa aðgengi í auðlindirnar og demantana. Þannig að það er svona mini-economy sko, sem að snýst bara það og þetta kannski, við skulum ekki sitja okkur á háan hest þegar við getum alveg eins talað okkur sjálfi í samherjamálinu í Namibíu. Hryllingur, hugsaðir. Við erum bara beinir þáttakendur af þessu íhlutun Vesturlanda í Afríku til eins verra. Og sömuleyti má líka horfa til þróunar á Íslandi að þessi saga væri þá einhvern veginn svona að það voru nýlendu herrar og svo fara þeir og þá kemur innlend yfirstétt sem að sest að uppsprettu auðlindana, fær strax nóg og nóg fyrir þá að fá bara 15% af sölunni til Vesturlanda. Þannig að það fer eiginlega engin arður af auðlindinni til þess að byggja upp samfélagið. Nei. Og þessi yfirstétt... Þeir allt inn á svissneska bankareikninga? Já, þessi yfirstétt, hún sendi börnin sín í nám til Sviss til þess og geymir peningana annars staðar og er eiginlega sækir heilbrigðisþjónustu erlendis og er alveg óháð. Og þetta er Íslandi ekki í svona, en það er margt líkt með Íslandi og það er að svona auðlindadrifið hagkerfi að þegar að fámenn yfirstétt sest að uppsprettu auðlindana og það fer til þess að auka auð þeirra en ekki til þess að byggja samfélag. Ég hef aldrei skilið af hverju við látum þetta yfir okkur ganga sem þjóð. En ég nefnilega sem krakki elst upp í svona fjölskyldu sem kaus Sjálfstæðisflokkinn. Þú veist, afi minn vélstjóri, amma mín bara húsmóðir og vann í búði eða eitthvað. Og ég millist þetta fjölskylda bara, hafði það samt mjög gott, en ég skil ekki, ég nefnilega hugsa með mér, sko, frábær saga svona flokkspólitík, hvernig ég held þetta er bara svona pínulítil dæmisaga. Amma og afi fjárfesta í að byggja hús á Grandanum, sérst í Vesturbænum, byggja þar einbýlishús og við flytjum inn, ég þetta á stór fjölskylda sko, móðir mín var einstæð og við byggum hjá afa og mömmu og þetta var stór fjölskylda og við flytjum inn og það er sko ekki einu svona orðið fókælt sko, við höfum bara svo flóttamenn í kjallaranum en þetta var bara þessum tíma einhver verðbólga og allt í bulli en allavega frábær tími fjölskyldunar, mjög samhent en ég man eftir því að þegar við vorum svona, það var svona garður fyrir framann sólstofuna hjá henni ömmu minni og allt í einu birtist á einhverju plani að það er að fara að tróða einhverjum bílastæðum hana.
amma mín, hún var þannig að þetta var náttúrulega, sko, hún komandi út úr haftatímabilinu, þá vissu menn að þú varst bara persónlega að fara og biðja greiðana, sko. Ég meina, það var ekkert eitthvað stjórnsýsla, sko. Þannig að hún hafði þetta motto, maður talar bara við toppana. Og hún hætti ekki fyrir að Davíð Oddsson var komin í heimsókn. Þú veist, þetta var kvöld, það bankaði upp á, ég sennilega 9 ára, þú veist, ég vissi alveg hver Davíð Oddsson var. Og það bankað upp á og ég opna hurðina og það stendur Davíð Oddsson, spyr hvort að amma mín sé við. Ég hleyp inn bara svona, sko, og amma á sloppnum, sko, og ég bara borgarstjórinn. Og hann færði bara bílastæði og tryggði þar með, sko, atkvæði fjölskylduna næstu 20 árin, þú veist, við sjálfstæðisflokkin. Það var allt svona, sko, þú veist, bara innundir flokknum með eitthvað, þú veist. Þetta kannski pólitík okkar kannski svona goðaveldi, sem ekkert ólíkt, sko, höfðingjaveldinu eða kerfinu í Afríku. Þú bara finnur þinn höfðingja, sko, og svo þú finnur þinn sparisjóð eða þinn bankastjóra. Það var bara þannig. Og fékkst ekkert nema þú væri með þessi tengsl við einhvern, sko. Þannig að þetta var alveg ótrúlega. Mér finnst nefnilega margt líkt með okkar sögu og sögu þessara nýfrjálsu nýlenda í Afríku. Já, ég meina við vorum nýlenda. Já, mér finnst að þegar maður í Ghana og sér það sem að forseti býr. Já. Hann býr heitir Kristjánsborg, sem svona virki búið til úr dönsku grjóti, af því að Danir voru náttúrulega mikið í þræla viðskiptum, fluttu þræla frá Afríku í Karibahafið og sykur til Evrópu, en svo var ekkert að flytja til Afríku að selja þar, þannig að þeir fylltu skipina grjóti til þess að hafa kjölfestu. Og hlóðu þá upp, þetta búið til dönsku grjóti og var fangelsi. Þar býr forsetinn. Forsetisráður Íslands, hann ekki dansk grjót, hann í dönsku fangelsi, sko. Dönsku fangelsi, þegar þú segir það. Já, og þau eru bæði svona hvítar byggingar. Þannig mér fannst þetta alltaf svona, þetta alveg það eitthvað líkt og líka þetta með auðlindirnar og hvernig hættana á svona löndum sem að fá sjálfstæði að yfirstéttin sem að nær völdum, að hún gangi inn í hlutverk nýlenduherrana og það svo mikil fjarlægð á milli nýlenduherrana og almúans, að því hann bara öðru kyni og ótrúlega fyrirlitning sem að nýlenduherrarnir líta á íbúana og þetta erfist. Þannig að þeir sem að fara með völdin í löndum upplifa það einhvern veginn að þeir þurfa raunverulega ekki að sinna almannahag. Stundum klórar maður sér til dæmis bara yfir það sem gengur í gegnum Alþingi það er eiginlega aldrei sem eitthvað fer þannig gegn. En við vorum náttúrulega mjög heppin að fá verkalýðshreyfingu sem funkar og það náttúrulega það sem ólíkt. Þetta eru líkindir, sko, sem já, ég meina, en þú veist, en það kom okkur út úr, þú veist, þessu að við, þó að ég segi, ég meina, við erum ekkert komin út úr þessu, en það batnaði allavega töluvert hjá okkur, en verkalýðshreyfingar í Afríku, það er bara barðað niður, sko, með valdi, þannig að En mér finnst Ísland, sko, mér finnst rosalega gott að koma hérna heim í frí og ég og maður minn vorum eittum COVID bara hér og það var dásanlegt að geta farið í sund þegar Evrópa var bara hreinlega lokuð, geta farið við fórum á skoðum landið og þetta var yndislegu tími, þetta COVID-tímabil. COVID kom þessi fyrst aftur. Já, en ég meina það var svo, vistu það, þetta var nefnilega svo skrítið að maður þurfti ekki að fara í heimsókn, maður þurfti ekki að sósálsera, ekki það ég sé eitthvað á móti því, en það var svona færðist svo mikil ró yfir okkur og yfir mann og búin að vera á fullu, þú veist, búandi í bjó í New York, sko, rétt fyrir COVID. Var ég 8 ár í New York að ferðast frá út og suður og svo bara allt í einu komin til Íslands í rólegheit og bara þú veist, þetta var dásanlegt en ég meina auðvitað, ég skil að þetta sé ekki þetta margir sem að fóru illa út úr þessu, en ég held að mjög margir hafi bara hreinlega og ég veit fólk hjá Sameinuðu þjóðirnar sem bara hreinlega endurskoðaði líf sitt og áttaði sig á því að þú veist, það yrði bara að hætta störfunum sínum að því að það var svo langt frá fjölskyldum sínum og annað
og við fórum síðan samt aftur til Sómalíu í október 2020 og þá var svo skrítið að koma til Sómalíu vegna þess að þar skiptir þetta engu máli. Þú getur ekkert lokað samfélaginu í Sómalíu. Þannig að allt í einu var maður sko komin úr þessari búblu og svo var maður allt í einu komin til Sómalíu og þar voru allir bara, já, bless, allir ofan í hver öðrum og auðvitað fengu við náttúrulega COVID. En þú veist, það var samt svo það var eitthvað svona, það var ótrúlega, hvað maður að segja, bara maður fann bara eitthvað svona ákveðið frelsi í því að koma þarna niður til Afríku á stútfullan flugvöll í Addis Ababa, Eþíópíu og svo farið við til Sómalíu og þar var bara allt normal og þú veist, bara fór í vinnuna og skrifstofuna og bara það var svolítið frelsi í því, en þetta var það bara því að einmikið, þú veist, en sér líka Sómalarnir sko, það er svo skrítið með Afríku sko, að það náttúrulega ekki sömu tölurnar yfir, þú veist, hverjir urðu veikir og hverjir urðu, en attitútið gagnvart þessu í Sómalíu var bara inshallah, God willing, þú veist, ég meina, þetta bara undir hvað við komið. Þeirra sambandi döðan allt annað, sko. Og það miklu meiri, þannig að, þú veist, auðvitað má ætla eldra fólk sérstaklega hafi, en það bara svo mikið á ungu fólki í Afríku. Þú veist, þetta miklu meira, það bara 80% ungt fólk. Þannig að það má vel, þú veist, þetta er ekki eins og í Evrópu það sem að, þú veist, það er náttúrulega alveg ógreinni af gömlu fólk, aldurspíramídin, sko. Hann er algjörlega öfugur í Afríku, þannig að þess vegna þetta náttúrulega komið ekki eins við kaunin á þeim, sko. Þetta var mjög, svo kom við heim jólin og þá fór maður aftur í quarantine, við vorum inn og út úr maður þessu Sumir eru fyrir þessu í COVID svona að fara í lópapiss og taka slátur þetta kallast þetta. Já, einmitt. Það var svona að komast nær sér og svo náttúrulega byrjar erillin hérna úti. Af hverju þurftu að fara aftur í sama farið? Það er bara, fólk hefur runnið saman við alheimsvitunduna, fundið að allt í heiminum er tengt og svo fer það í vinnuna. Og það er bara næri ekki að láta þessu uppgötur stjórna lífi sínu. Ég er búin að lenda inn í umferðinu núna að tóta í röð. Ég skil þetta ekki. Er ekki hægt að hagra þessu, sko, í ljósi þess að við erum ekki með umferðarkerfi hérna sem að, sko, einu sinni höndlar þetta. Akkur eru skólar að byrja, þú veist, er ekki hægt að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi? Ég veit ekki. Þetta er alltaf ekki eftirsóknarvert. Mér finnst Reykjavík vera búin að fá alla annmarka stórborga og með umferðina og erillina, það er rosalega tjúnuð borg en okkur vantar eiginlega alla kostina. Ég skil ekki stressið hérna, sko. Ég bara skil það ekki. Þetta er, þú veist, þetta er 400.000 manns hérna á þessari eyju. Allir í kapp að vera fyrstir að rauða ljósinu. Þetta er alveg magnað, sko. Það er líka svolítið svona erill í svona mannfélaginu, sko. Það er ég skil þetta ekki. Svolítið tjúnað. Við ættum að vera eins og sveita þorp. Ég held ég get ekki, ég er svona velti fyrir mér, ég er ekkert vissum ég gæti búið í Reykjavík. Ég held að ef ég byggi í Reykjavík þá er ég bara að vera einhvers staðar sem ég geti hjólað, sko. En maðurinn minn, hann er einstaklega hrifinn af Siglufirði. Hann vildi bara flytja þangað. Það er mjög fallegur. Mjög fallegt, en mjög dýrt. Það er allt orðið dýrt, sko. Það kom ekki til greina hjá okkur að fara bara að fjárfesta á Íslandi í ljósi þessara lána sem eru hérna. Ég veit ekki hvert þú eftir að fara til að finna ódýrt húsnæði á Íslandi. Ég bara veit ekki hvað það er. Nei, og bara þessi lán, sko. Ég nenni þessu ekki. Ég meina, það sem ég svo skríti er það að Íslendingar skuli sætta sig við sko mafíustarfsemi í bankakerfinu. Ég skil þetta ekki. Ég er búin að vera með húsnæðislán í Bandaríkjunum. Ég var með hús sem ég keypti mér í New York, upstate New York. Og ég bara sá höfuðstólinn fara niður. Og nú erum við með lán í Bretlandi og maður bara er að greiða alltaf niður á höfuðstólnum. Þetta er geggjað. Og svo veit maður bara eftir 15 ára er þetta búið og að lækkar alltaf byrðin á greiðslunum að því að þú veist, við erum að greiða niður. Og svo er ég er með eftirlaunaplan. Ég ákvað það að ég hef alltaf verið hrifin af Miðjarðarhafinu þangað ég bara hálfpartinn ólst upp í Miðjarðarhafinu, sko. Og móðir mín er sóldýrkandi og sem krakki þá eitti ég heilu sumrunum bara á Mallorca. Og á vinkonur, ég var 50 í sumar og ég fór og eitti sem sagt 50 sammælinu mín á Mallorca þar sem ég var með vinkonum mínu sem ég var að leika með á ströndinni þegar ég var 3 og 4 og 5 ára gömul og mörg ár þar á eftir, sko. Það var rosa gaman. En ég sem sagt ákvað bara að ég seldi í New York og ég bara keypti mér land á grískri eyju. Og
ég er bara að fara að byggja á þessari grísku eyju. Það orðið óbærilegt að vera á grískum eyjum út af hitabylgjum. Ekki á grísku eyjunni hjá mér. Nú. Nei, sko nú var ég líka að klára mastersgráðu í SOAS í Climate Change and Sustainable Development. Og notaðir þá þekkingu til að finna eina eyju. Ég sko horfði á hækkun sjávar, leirskriður, skógarelda og ég veit ekki hvað og hvað í því að pikka þessa grísku eyju, en mikilvægast var líka að það væri ekki masstúrismi. Það nú getur breyst, Nei, ég er í góðum málum það sem ég er, og það er eyja sem heitir Kefalonia sem er aðalega þekkt í Captain Corelli's Mandolin. Þetta er saga sem segir frá því þegar að Þjóðverjar stráfelldu Ítalið þarna á þessari eyju. Þetta er svona ástarsaga, eða ekki? Jú, þetta er ástarsaga, sko. Ja, amerískur með maður Nicolas Cage í þessari Hollywoodmynd. En eyjan er sem sagt við Skötuhjúin ætlum að vera að mestuleyti þegar við erum eldri. Þetta er ekki bara einu löngu COVID ykkur efri árum. Það er bara þannig. Málið er það að það er 1953 verður rosalegur þetta er á jarðskjálfta svæði, sko. Það verður jarðskjálfti og það þurrkaðist nánast út öll eyjan. Þannig að Kefalónia misti af þessum uppbyggingum masstúrismans 70 og 80. Og og þeir eru bara búin að vera rosalega, það búið ekki nema 38 manns á eyjunni. Jú, það er túrismi, en það er aldrei traffík þarna. Það er engin strönd sem er pökkuð af fólki. Fyrir utan það að ég valdi mér bara svæði í svona rural, traditional village. Og ég get sagt þér það að við fórum við erum búin að vera að fara síðastliðin 3 ár, kom í sumar og hefðbundu sveitaþorpi myndi kannski vera á íslensku. Já, og það eru sko stífa reglur það þú mátt ekki byggja nema bara í stílnum, sko. Þeir eru passa upp á það, þetta er ekki einhverjar ógeðslega nýbyggingar og það er engar byggingar sem eru hærri en 3 eða hæðir eða eitthvað þarna, þannig að það er engin svona stór hótel eða neitt svona, þetta er geggjaður staður. Og þetta er í hvað er Ionian Sea á íslensku? Þetta er sem sagt ekki Eyjahafið, já. Það er sem sagt þetta er suður af Korfú. Þegar að 40 stigi hiti í Aþenu, þá er alltaf svona kannski 32 stigi hiti á Kefalóni, því það er einhver, þetta er í sjónum eða þannig að það kemur svali þegar það er að líða á daginn. Akkurat, og þannig að þetta er það er aldrei eins heitt, að geta komið einstaka hitabylgjur. Þeir eru rosalega klárir í því að passa upp á skógarelda og þarna á eyjunni, en það er engin unglingadisko þarna. Það er engin klúbbar. Þannig að þegar þú ferð upp í flugvélina til Kefalóníu og beint flug frá Bretlandi, að þá er bara, pensjónistar og fjölskyldufólk sem að fer upp í vélina, það er ekki sjáanlega svona grúppur af unglingum. Þannig að ég horfði... Ekkert útskriftarferðir danskra stúdenta? Ég horfði í alla þessa þætti, sko. Og ekki mikið enskum túristum sem setja beikon og alla mat? Nei, það er alltaf mikið enskum túristum en þeir eru svona, þeir eru ekki alveg það er eitt staður á eyjunni sem við forðumst en svona mestuleiti er þetta bara mjög, og það er okkar megin á eyjunni eins og ég segi, það er ekki eins mikið, það er engin einlendingar þar, en ég ætla að segja að við komin í þorpið í sumar, ég var svo glöð vegna þess að eins og kannski sumir sem þekkja mig, þið vita það að ég er náttúrulega búin að vera hardcore pro-palestinian aktivisti í mjög langan tíma. Heyrðu, bara þetta, sko fyrsta lagi þá voru graffiti út alla eyju, sko, bara pro-palestinian. En þegar við komin í okkar þorp að þá var bara, hér eru síónistar ekki velkomnir því við stöndum við frjálsri Palestínu, það var bara stórt. Og svo bara hélt þetta áfram, Free Gaza, það var bara allt þorpið útatað í einhverjum skilabúðum. Og restaurantinn í þorpinu, hann er svona, það eru myndir af Che Guevara og Karl Marx og ég veit ekki hvað og hvað. Góðum gaurum. Já. En þá fórum við að garfa í þessu. Af hverju er þetta þorp svona brjálað? Þá er þetta saga úr seinni heimsstyrjöld að þeir sem sagt stóðu í hárinu á Þjóðverjum og það var svaka uppreisn og aftökur og þannig að þetta þorp er svona, þetta er svolítið eins og Íratnir, sko. Þeir eru rosalega á móti hernámi. Andspyrnur hefur ekki lífið hana. Já, þannig að ég er á góðum stað þarna með mitt pensionistaplan í þessu þorpi á Kefalónia. Já, og af því við vorum að tala láni, þess vegna fór ég nú að tala þetta. Að ég er að taka húsnæðislán á Gríklandi og
þetta eru 2,9% fastir næstu 3 ár. Ég vil bara, benda á þetta vegna sem ég langar að Íslendingar fara að krefjast þess að það sé eitthvað gert í þessu. Þetta eru 15 ár sem ég fæ þarna lán og ég get náttúrulega borgað niður hvernig sem ég vil. En hugsaði að eftir, maður sér bara höfuðstælinn lækka, þetta er bara þetta er eðlilegt lán og ég, eins og ég segi, ég gat ekki hugsa mér fjárfesti hérna í Íslandi bara út af þessu lánasystemi hérna. En þarna ég bara, sem útlendingur, bara labba ég hérna inn og fæ bara lán í grískum banka og það samt ekki þannig að ef það væri 2,9% lán á Siglufirði þá hefur ít farið þangað. Þú hefði talið mannin ofan að því og þú hefði dreigið hann í miðræði. Ég meina, ég veit það ekki, veistu það, kannski hefði maður bara smelt sér á Siglufjörð í smá tíma og svo kannski beðið með Grekland, en þetta er bara, mér finnst þetta er svo rosalega óræðliti og þetta er það sem heldur okkur niðri. Ég meina, hvað er mikill peningur sem sogast út úr hagkerfinu bara sem fer í þessa banka? Er það eðlilegt að þessi bankar megi og eigi að hafa arð upp á fleiri milljarða þegar við erum með svona kerfi í gangi? Ég nenni stundum að vera að benda á þetta hérna og segja að þú tekur hagnað íslenska bankakerfisins að þá slær það stundum yfir 2% af landsframleiðslu. Hugsaður. Það er þetta myndi aldrei gerast ef Bandaríkin myndi rifna í sundur ef að Wall Street tæki svona stóra hluta. Þeir fara einhversar undir 1%. Og einhvern tímann fyrir nokkrum árum að þá fór hagnaður norskra banka svona upp og þá var kallað bankastjórana inn í þingið og þeir voru skammaðir og allir lofaði að gera þetta aldrei aftur. Íslendingar bara halda þetta sig jafnvel í fréttunum að það verið að kynna hagna bankana eins og gleðitíðindi. Ég veit það, þetta er svo skrítið. Þetta er dæmi og eins og þeir séu svo klárir. Og maður þeir að húra upp vexti og gjöld og viðbjóð sem að þeir fá bara gefins. Og svo það með sambandi við vextina að fólk kvartar yfir þessu en það er ekki þessi ákafi að við viljum bara ekki borga meira en 2,9%. Einmitt. Því þá kemur alltaf eitthvað að segja, þetta er krónan og eitthvað svona, svo kemur þetta er nú skortur á lóðum í Reykjavík og þetta er nú út af það er ótrúlega hvað er mikið rými fyrir eitthvað svona tuð í samfélaginu, en eiginlega ekkert rými fyrir bara svona eðlilegum kröfum. Einmitt. Ég hef alltaf talað fyrir samfélagsbanka, Það ætti að vera samfélagsbanki og þá líka stíga í sundur fjárkaupmennsku og og banka, bara hefðbundin banka og reynst sjóðu mjög illa að eyðileggja þetta eins og í Bandaríkjunum saving and loans og þetta reynst þjóður mjög vel að hafa þessa landisbanka sína og sparið sjóðakerfi og fleira sem hefur verið. En af hverju núna til dæmis velti fyrir mér hvaða pressa er það á núverandi stjórnvöld að viðhalda þessu kerfi? Hvaða pressa er þetta? Ég skil þetta ekki. Ég bara, ef þú ert þarna til þess að servera land og þjóð ég skil það kannski með fyrri stjórnvöld sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega bara flokkur sérhagsmuna en nú skil ég ekki af hverju þetta af hverju er engin pólitísku vilji til þess að ráðast að þessu vegna þess að Ég ætlaði að spyrja þig að þessu vegna þess að þetta er klassísk spurning. Við erum í einhverju kerfi sem reynist okkur ekki gott en það samt viðheldur kerfið og það á við mörg þessu svæði sem þú hefur verið að vinna í samt heldur kerfið áfram. Kannski vegna þess að engin einn af þeim sem að hafa kannski aðstöð til þess að breyta því hefur næga persónulegan hag af því að breyta kerfinu. Þannig að við erum að vinna að einhverju og við getum verið að vinna bara í Sameinuðu þjóðunum og viðhaldi því kerfi og við komum í einhverju konvoi á jeppunum okkar í kakkibuxunum og vöðum þar inn og svo út aftur og við getum lifað í einhverju bara svona búblu þar sem við höldum þessu og kannski setjumst við og borðum saman kvöldið og við erum svona alveg komin að því að tala að kannski starf okkar algjörlega tilgangslaust en við hins vegar sleppum því. Þannig að það bara er eiginlega verra fyrir okkur að sitja þarna, við ferum að gráta á henni diskinn. Þannig við bara gleymum því að tala þetta en svo bara heldur kerfið áfram í einhver svona eins og hugsanalausri heimsku og værukerf. Mér finnst skrítið af hverju verkalýðshreyfingin er ekki til dæmis að hamra á þessu daginn út og daginn en alla daga þú veist að breyta bankakerfin okkar. Mér finnst þetta vera bara þetta eina atriði með bankakerfi finnst mér bara eins og þú segir að ef það er of mikill hagnaður í bankakerfinu þá á að stoppa það. Þetta er bara eins og við séum með sórur í mænuna það er bara þannig bara sjúgur okkur orkuna af því að hugsaðu allir þessi peningar sem að gætu verið í umferð í okkar hagkerfi
bara sem fólk væri að kaupa vörur og þjónustu og borga fyrir tannlækningar fyrir sig sko. Í staðinn fyrir að borga vexti í bankana. Já, þetta er alveg bílun sko. Samfélagið myndi blómstra. Já, og það væri líka, svo finnst mér rétt hérna með þetta hennan húsnæðismarkað sko, að þú veist að það sé ekki verið að í sjálfu sér væri allt í lagi að vera á leigumarkaði, ég meina frakkar eru margir hverju á leigumarkaði allt sitt líf, eða væri hægt að halda úti eðlilegum leigumarkaði. Þjóðverjar, Austurríkismenn, Svíar. Akkurat. Það er ekkit endilega þannig að fólk sé að kaupa sér eignir sko. Og en hér er það bara þannig að fólk kemst ekki eins og út úr þessu. Og það er þetta. Hvar eru kröfurnar á þessa banka? Hvaða mafjósar sitja þarna í bankanum sem ákveða það að þú sért ekki með næga greiðslubyrði, þú ert að borga meira í lán? Seðlabankinn ákveður það. Hann setur þessa reglu. Þú veist, þetta er bilun. Hann segir þetta sér til þess að bjarga fólki. Já, einmitt. En það er að borga hærri leigu heldur en það myndi borga í lánið. Fyrir utan það svo allir konir yfir í þessi hræðilegu lánana. Ég held þetta sé eiginlega bara ákvörðun það að við viljum hafa leiguliða til þess að aðri geti greitt. Þetta er algjörlega þannig. Ég held að sé þannig. Já, ég er alveg sammála þér. Það er ekki Matrix sem fólk er geimt í svona hulstri og sogið úr því orkan. Sömulegt erum við þar. Erum við þá búin að borða pilluna þá? Eða ég og þú og Laufi hérna í stúdíónu, við erum öll búin að taka pilluna. Herðu, þú er búin að nefna fjölskylduna þína og ég ætla að fara í það, en ég ætla aðeins að spyrja meira starfið þitt og svona hvernig það er að vera svona í þinni stöðu á þessum svæðum. Þú talar svona fyrstu mánuðina í Afganistan, svolítið eins og honeymoon. Já. Gaman að koma og skemmtilegt og það er ekki fyrir að líða smá tími að þú byrjar að uppgöta að það er eitthvað svona ógnana og ógnin er að sömuleyti að þú ert aðskotadýr þarna. Já. Þú átt ekki að vera þarna kannski. Einmitt, og ekki og við en ég var náttúrulega aðskotadýrið að því að þú veist það var hérna heilt NATO-lið og ég er ekki að segja þú persónulega en ég meina ég er náttúrulega eins og þeir segja infidel, ég er sá sem er guðleysingin sko þú ert ekki velkomin og ég var hérna á einhverju internetkaffi sem ég notaði reglulega og síðan bara stutt eftir ég var hætt að nota það að því ég fór hérna til Sri Lanka þá var það sprengt í loft upp þannig að það, þú veist, þetta bara akkurat, en svo kem ég aftur 2007 sko til Afganistan. Þar held ég að þetta hafi verið kannski það nálegasta sem ég komist því að vera drepin sko. Því að þá, við erum að vinna inn í þessu ráðuneyti hjá Afgönum og ég var með svona gimkort í voðalega flott gim í einhverju fancy hóteli sem heitir Serena. Svakalega flott hótel sem var nýbúið að opna og þetta var svona fyrir mig að fara hérna í þessi leikumi eða þetta gym, það var alveg geggjað sko því að það var sána og þetta var rosalega næs, bara komast aðeins út úr hörkunni sko. Heyrðu, og svo er það bara sem að yfirmaður minn kallar okkur inn á teppi og segir okkur að við þurfum að vinna fram eftir. Og ég var ógeðslega pirruð. Ég var bara, við þurftum alveg að vinna allan, bara inn í nóttina og við þurftum að fara heim til hans og við vorum þó nokkur hérna. Þetta var eitthvað sem við þurftum að gera fyrir Alþjóðabankann sem var á einhverju svakalegum deadline. Við vorum sérst að vinna að þróunaráætlun Afganistans og þurftum að skila einhverjum tölum inn. Jæja. Ég var ótrúlega pissed off sko og þannig ég ringi í dræfinu minn og segi bara, heyrðu því miður, bara ég fer með þeim og ég bara ringi þegar ég er búin. Heyrðu, það bara þetta, og ég var alltaf aðna 6:00, þú veist, þegar ég komst. Heyrðu, það var gert svona hroðaleg árás og allir hreinlega drepnir í gymminu. Ég hef verið komin á hlaupabretti og ég hef verið bara skotin niður. Þannig ég þakka þessum afganska yfirmanni mínu sem ég var ógeðslega pirruð út í fyrir það að hafa bara hreinlega bjarga lífi mínu með því að láta mig vinna lengur. Þakka yfirvinnunni. Já, því að þetta var mjög brútalt. Þeir sprengdu hliðið upp, byssumennirnir fóru inn og svo bara fór hann strax inn í gymmið einn af þeim og það var bara spreyjað og svo fór hann inn í búningsklefana en hann fór ekki inn í kvennaklefana.
það var of langt fyrir hann hann kom farin í kvennaklefann, hann mátti náttúrulega ekki sjá. Þá fara þeir og drepa fólk sem eru í gimnu af því að þetta eru vesturlandabúar, aðskotadýr. Já, og það er ekki afganisti þarna á hlaupabretti. Nei, og þeir voru náttúrulega að reyna að limitera sko okkar viðveru þarna og einmitt að gera þetta erfiðara fyrir okkur að vera þarna. Þess vegna er svo magnað sko að hugsa þér herbröldi þarna í 20 ár og svo bara fengu Vesturlönd nóg að þessu og það bara, já, ok, bara. En ég segi alltaf sko, þetta er eins og með Írak. Ég upplýði það náttúrulega í Írak að sjá herstöðarnar, ég meina 150.000 manna herstöð, amerísk. Af því að jú, en við þurftum að reiða okkur svolítið mikið á ameríska, Amerikana og við gátum ekki einu svona farið inn í Bagdad út af grænasvæðinu án þess að vera í amerískri fylgd sem manni fannst, ég sem var á móti innrásinni náttúrulega, að þurfa að setja mig undir það vegna þess að súkast ekkert séð að þetta var eitthvað UN-konvoi, ég var bara eins og einhver kanni í, þú veist, svona Humvee og svo var ég með svona MRAP svona stórir, þú veist, ég var kannski með eitthvað, þú veist, 25 manna herlið og ég var kannski að fara upp í Ministry of Social Affairs, þú veist, félagsmálráðuneytið sem að nota benni, fyrsta skipt sem ég baði að fara upp í félagsmálráðuneytið að þá vissi kannin ekki eins og hvar það var þeir vissu hvar olíuráðuneytið var en hérna, en við týndumst og við vorum bara hérna eitthvað að dóla okkur Bagdad og svo lentum við í traffík og hún stökk í traffík og mér leiði ekki vel vegna þess að þeir voru svaka target þetta er 2008 sko í Bagdad og hérna ég hugsa bara með mig góður, hvað er ég að gera hérna en þetta var skrítin heimur. En eitt að hérna, það talaðum var ekki í Súdan eða á svæðinu þarna á milli, Suður-Súdan og það sem að þú hittir hérna höfðingjan. Já. Og þá ert í svona stöðu sem að hvíti maðurinn getur lent í Afríku. Það er hort á hann eins og hann komi með einhverja lausnir og hann komi með peninga. Já. Og það er einhvern veginn svo sjúklegt staða af því að þetta er svo vittlust. Þetta er það. Fyrst alveg hefur þú ekkert að bjóða eins og þú nefndir. Einmitt. Og þetta veikleiki þeirra er að trúa því að hvíti maður sem koma með lausn. Já. Við erum líka búin að stuðla svolítið mikið að því með hjálparaðstoð að gera fólk háð hjálparaðstoðinni í staðin fyrir þeirra að hjálpa þeim til þess að hjálpa sjálfum sér. Og þetta er stórt atrið innan Sameinuðu þjóðanna, það sem er mikið hort til þess að mikið af þessu hérna, við búum til heilu sko samfélagin sem eru háð aðstoðinni. Í ABI til dæmis er fólk bara hreinlega hægt að rækta af því það getur bara farið og fengið frían póka af grjónum sko. Eða peningar, það getur verið svæði þar sem að peningar hafa bara allt annað power heldur en við áttum okkur á. Já, og svo er þetta aid diversion. Eitt seðill að peningum er bara titrandi power. Já. Sem að ég held að þessi taki Vestlandabúa langa tíma átt að segja á þessu að þetta er allt annað gildi fyrir þann sem er alltaf í neyð, alltaf þurfi. Já. Að þá sogast hérna allt að þessum uppsprettu, þessum að gæti komið ykkur peningur. Já, já. Þetta, og svo bara einmitt ég hef séð þetta svo mikið sko að prógramin eru, þú veist, það kom einhver inn og þetta er náttúrulega þeir sem eru að borga fyrir prógramin ákveða í hvað peningarnir fara fyrir ykkar en að sé kannski einhver svona þarfagreining á því hvað væri skynsilegast að nota peningan í. Þannig að hérna, þú veist, það er ég, sko, málið er hérna með ABA í Suður-Súdan að því ég var nú með sá sem leiddi missjónið þarna, hann hvíti maðurinn vinur minn, hann vissi ekki eins og hvað hann ætti að segja þegar við sátum hann eins og einhverju háborði sko og hann spurði bara, vilt þú ekki bara byrja að ávarpa hennan fjölda ég var bara opinskað með það, ég segi þið verið sjálf að hérna finna með ykkur sem samfélag styrkleikan ykkar vegna sem við erum ekkert að, ég sagði það bara það eru bara allir mjög ánægðir með það undir lókin sko og höfðinginn var bara mjög glaður í bræði þarna eftir allt saman en sko það er rosalega sorglegt samt að ég ferðaðist aðeins sem sagt ABA það er rosalega, það er sko tekur á að horfa á götuböld sem að sko eru með skirbjú og eru ekki með skó og eru bara upp á ölmusuna komin og eins í Kabúl þegar maður sér krakka hlaupandum í snjó skólausa sko að reyna að biðja pening sko eða eitthvað að selja elspýtur án gríns og það eina sem þau fá er te og brauð þú veist sem einhver gefur þeim og eða konur sem eru sko í burkunni með unga börnin, þú veist bara í miðri traffíkgötunni að reyna að fá einhvern pening sko eða fótalausir menn sko sem er að
þetta alveg, þegar maður búin að sjá svona örbið þá fer maður að skoða lífið svolítið öðruvísi og horfa á lífið svolítið öðruvísi og þá fer maður að skynja, ef ég kem aftur að til dæmis þessu með að horfa á NATO eða Bandaríkjamenn og þessi herlið og þetta herbrölt, að maður fer svona að líta svolítið öðruvísi á heiminn og það bara staðreynd að Bandaríkjamenn þá voru fyrirtækin sem græddu á þessari innrás. Þeir fengu kannski ekki olíudílana en það var 150.000 manna herlið kannski á einum stað og þú getur ímyndaðir kostnaðurinn við þetta. Og það voru amerísk fyrirtæki, það voru öllu útistað sko. Þannig að það var, hvað sem það var Blackwater eða KBR eða Honeywell eða öll þessi fyrirtæki sem að græddu á sko táfingri og þá fer maður bara átt að segja á óréttlætinu í kringum allt þetta brölt sko. Þetta drifið svo mikið af peningum og special interest og já, þannig að ég eftir að hafa sko, þetta náttúrulega gerir mig að harðger bara sósíalista, þú veist, að því ég Svo var alveg upp í sjálfstæðisheimili. Já, og ég vil nú taka það fram að við vorum nú hætt að kjósa sjálfstæðisflokkinn undir lokin sko. Þetta með hvernig það drífur áfram að stundum er það svona bara eitthvað smá augnablik sem að opna augum hans. Einhvers tíman á þessum árum eftir innrásina í Írak þá var ég á svona flughöfn einhvers staðar. Já. Setur við hliðina á mér svona stór og mikill svona Amerikani. Svona eins og oft sagt í gamla daga þeir væru svona sterklegir að þeir borðuðu svo mikið holdanutum og hann var frá Texas og talaði með Texas Reim og var að tala í síman og hann var augljóslega sko sá sem að var að drífa áfram uppbyggingu á fangilsi í Írak og hvernig hann talaði það var með það svo afhjúpandi allt í einu að þetta það sem að drífur áfram innrásinni fyrir þennan mann. Og hann var að tala og þeir ráku fangilsi í Texas og hann var að vísa til þess hvernig hefðu gert það og mér fannst þessi stóri maður og þessi svona yfirgangssama frekja sem var í öllu sem hann var að segja með þetta að vera bara eins og ég sæti hliðinu á djöflinum sko. Já, þetta var svolítið mikið svona. Já. Ég held ekki enginn var að hlusta á sig eða eitthvað og held að vera bara í öruggu svæði og þurfti ekki að vera að klæða þetta hvernig hann talaði sko Íraka og þetta var bara hryllingur. Það ekki humility þessu, það er engin sko samkennd með náunganum, þeir horfa bara á fólkið þarna sem bara eins og það skipti engu máli og ég bara þú veist þetta bara til að græða á sko en ég nefnilega þetta með herinn og þetta sko að maður minn var 34 ári í hernum, breska hernum og hann varð 2 stjörnu general og ég fer að vera með honum eftir hann sérst hættir fyrir eftirlaun og hann við erum alveg mjög mörgum síðkvöldum í það að rífast sko en hann búinn að lendi því þegar Afganistan fellur. Hann var nefnilega í Afganistan náttúrulega og hann átti Afgana vini sem hann hefði unni með og hann var náttúrulega, hann fór í það að reyna að bjarga út þessum túlkunum. Þetta nú mikið máli í Bretlandi núna. Já, ég meina Bretlandi sviku ansi margar. Það nefnilega máli og hann búinn að vera einn helsti talsmaður þess í fjölmiðlum að reka þessa baráttu að reyna að fá alla þessa túlka út og gefa þeim sem sagt hæli. Og og setti mikið, ég meina þú veist hann var bara á fullu í ágúst 2021 þá bara satt hann að sko bara í því að reyna að koma fólk út á flugvöll eða út úr landi og var að reyna að vinna með sko breskum stjórnvöldum að þú veist opna leiðir fyrir þar og eftir þetta þá bara og núna með Gaza og hvernig bresk stjórnvöld eru partur af þessu hernámi og þessu þjóðarmorðir Þeir eru bara þáttakendur með sínum njósnaflugum og öllu og hann búinn að vera í viðtölum, hann búinn að vera að tala við þú veist Kennard sem búinn að vera að stúdera þessi njósnaflug, hann tala við Owen Jones, hann mikið í þessum heimi að hann náttúrulega bara búinn að þurfa að endurskoða allt sitt líf og allt sitt starf og þú veist þannig að hann bara horfir á þetta og
bara uppgjör við, ég meina, batnandi mönnum er best að lifa og ég meina, ég kaus Sjálfstæðisflokkin fyrst þegar ég var 18 ára, þú veist, en ég bara, það er búið að vera rosalega athyglisvert að fara í gegnum þetta svona með honum svolítið að allt í henni bara, are we the bad guys? Þetta er sketsin sko sem er frægur skets. Are we the baddies? Já. Og en það er samt alveg ótrúlega sko, því hann líka horfði á sumt af því sem þeir voru að gera. Blessunlega var hann nú ekki virifinn neinn hræðileg sko, því það er náttúrulega Bretar hafa brotið, það hefur verið stríðsklappi framdir og það fór mjög fyrir brjósti á hann hvernig þeir höguðu sér þegar það var upp komst sko. En hann náttúrulega, hann finnst mjög miður að hvernig við í rauninni hentum bara afgönunum frá okkur og við vorum partur þessu því við vorum í NATO. Við Íslendingar berum líka ábyrgð, við vorum að jeppa sveitarna. Við berum fulla ábyrgð á þessu brölti þar sem fleiri 100.000 manns dóu sko í þessu stríði. Og var alls konar fólk dregið inn í því að vinna með, við getum ekki sagt bara hernámsliðinu. Já. Í trausti þess að það myndi verja sig. Já. Og svo fara herinni bara og skilja það eftir. Manstu ekki þetta myndinni sem er að síðasta þyrlan fer frá Saigon og fólkið hérna og eitthvað getur hugsað, þetta er mynd af fólkinu sem vil komast í frelsið á Vesturlöndum, þetta er ekki það. Þetta eru samverkamenn Bandaríkjanna sem að vita það að þeir eru fram í stríðsklæpi með Bandaríkjamannum og þeir munu þurfa að fara að gjalda fyrir það. Nákvæmlega. Það er panikinn sem það sem að þeir eru að stökkva upp og reyna að hanga á þyrlunni. Enda þetta voru ræðilega myndir hérna frá Kabul sko. Þannig að þessar 2-3 vikur sem að vera að loka þessu. Og ég var sjálf partur af því að koma einni konu út sem að, þú veist, ég og vinkonu mín vorum bara í sambandi við hana þegar hún var, sko, við fengum blessunlega flugmeða fyrir hana. Þú veist, við fengum Bretarnir sendu flugleifið fyrir hana og fjölskylduna eftir að hún búin að senda öll gögnin vegna þess að við gátum sýnt fram á það að hún var búin að vera að vinna fyrir Bretana sko, í mannréttinda málum og henni var splatterið þarna á einhverju síðum Foreign Office í Bretlandi þannig að þú veist, sem betur fyrir þá fær hún hérna flugleifi en hún þurfti að koma sér út af flugvöll og það var nánast það var bara ekki hægt nánast en hún var ansi sniðug maður en við vorum að fylgjast með þessu og þetta var svo stressandi og svo var Charlie sko minn maður að fylgjast með sko ég veit ekki hvað mörgum sem að voru að reyna að komast út á flugvöll og komast upp í flugvél og koma þeim út og eftir að þetta var búið að loka og síðasta flugvélin fór að þá var að koma þeim út landleiðina þetta var rosa bara tók virkilega á hann og eins og ég segi sko hann hefur hann er ennþá, já það er ennþá fólk sem er eftir eða situr bara hreinlega í einhverju limbo í Pakistan og fær ekki hæli. Herðu, en nú skulum við fara aðeins aftur finna Helen. Ég spyr fólksundum að því hvernig mann fyrst eftir sér. Ég var 30 ára og við vorum að flytja af Írafossi. Afi hafði verið að vinna í ljósvástíflu. Velfræðingur, velstjóri og við fluttum í bæinn og ég man eftir því að ég stend upp í miðjum challenge-ernum svona á milli sæta það var ekkert í beltum sem krakki og þá segi ég nú erum við að flytja og ég man ef við keyrum frá þessum húsum, það er fyrsta minningi mín fluttum inn til Reykjavíkur upp í Fellsmúla og vorum þar mamma eignast mig, hún verður ólétt og er einstæð og ég hitti aldrei blóðföðu minn því hann flutti svo bara til Bandaríkjanna og það var allt í lagi sko, þetta var bara svona er þetta og ég ólst upp, ég átti alveg svakalega hamingjusama æsku og með mömmuðinni og ömmu og afa og langömmu og systur langömmu og 3 systkinum móður minnar. Þetta var stór fjölskylda. Já, það var svo mikið líf og fjör og það segja sko vinkonu mína sem ólust upp með mér að koma heim til mín var svona svolítil ævintýraveröld sko. Því að ekki svona ró og kyrrð eins og allt brjálað og en gaman sko. Og þú sko ég var líka átti frændur mínir, bræður mömmu sko. Já, reyndar kannski fyrst að nefna sko systir móður minnar er bara 11 ára eldri ég þannig að hún er svolítið eins og systir mín og hún passaði mig og sá mikið. Mamma er mjög ung. Mamma var bara 22 þegar ég verð. Það þótti nú svona það þótti bara kom tíð til að setjast niður. Já. En hún fór í þjóninn og
og ég sko hérna hjá áömmu, við flytjum úr Fellsmúlanum á einhverju tímapunkti og förum að leigja á Seltjarnarnesinu á Selbraut. Og afi og amma, þú og mamma. Og allt liðið maður. Já, og hérna leiðum hérna stórt fallegt einbýlishús á Seltjarnarnesinu því að það þurfti að koma, við vorum með 2 blokkaríbúðir sko í Fellsmúlanum. Það sem efstu hæðinni, það var bara gengið þar á milli en svo komist við hérna í þetta stóra fína hús og það var alveg ljóst að það þurfti við, þú veist, amma og afi fóru síðan bara í það að byggja sko undir allt þetta fólk og hérna á Skeljagrændanum og þetta var bara svo frábær tími sko. Þetta bara var rosalega samheldin fjölskylda og hérna eins og segi líf og fjör og ég fór í Mýrarósaskólan og ég ólst upp á Seltjarnarnesinu sko, fekk að fara hérna, byrjaði í Mýrarósaskóla og fekk að halda áfram þó ég byggi nú eiginlega í Vesturbænum. Ég var í ballett hann út á Nesinu og það var bara frábær tími og yndislegt að alast upp á Seltjarnarnesinu. Þetta svona, og bara frábært. En ég var sko, ég fór í Verslunarskólan. Ég var hérna, ég held að ég hef verið svolítið lítið að ég held að búi rosalega mikið að sjálfstæðismönnum á Seltjarnarnesinu. Það má sjá það í kosningarannsóknum. Ég er að segja það sko. Þannig að hérna, þó reyndar bestu vinkonum mínar, pabbi þeirra var hérna allaballi sko, en ég meina þú veist, þetta var samt meiri eða minna, var þetta sjálfstæðisfólk. Ja, mjög örugt við sjálfstæðismanna. Já, og ég svona, held ég er bara mjög, af því ég og svo fer ég í Verslunarskólan. Og þeir vildi ekki byggja blokkir að þeir eru rættir að kemur kommunistar sem myndu flytja í blokkinar. Þannig að þeir byggðu bara einbýlishús. Harðsvíraði kommunistar. En hérna, þó eitt frægasti kommunistinn hafi náttúrulega búið í Ráðhúsi. En ok, hérna, málið er það að ég fer í Verslunarskólan. Ég svona, mínar hugmyndur lífið þá var, ég hugsa að ég hefi, eins og ég segi, sko, ég baði einhvern tíma mömmu að skrifa Geir Hallgrímssyni. Því ég var mjög ánægð með störf hans. Ég var 9 ára eða og hérna, það er bara því ég hef hlusta ömmu mína, hún var rosalega pólitísk og ég bara er að éta upp eftir ömmu minni sko. Og hérna síðan, svo bara fer ég í Versló og það er náttúrulega líka svolítið afgerandi sjálfstæðismenn þar, vantarlega. En ég kenni... Það er það sem að samvinnuskólinn var fyrir Framsókn, Verslunarskólinn var fyrir Sjálfstæðismenn. Nákvæmlega. Ég ætla aðeins að dvelja þarna, við byrja að segja mér frá ömmuðinni. Já, hún var rosalega maður. Hún sko rak hérna þetta stóra heimili og hún var í húsmæðurskólanum á Akureyri. Amma og afi, langamma mín og langafi kom frá Akureyri. Afi minn var alkoholisti og hætti nú reyndar að drekka seinna. En þannig að hún var svolítið mikið með byrðina, þú veist, á baki sér. Að afi var vélstjóri, hann var reyndar hjá Eimskip alveg mjög lengi og hérna svo fór hann á frökturum. Já, og svo á togurum. Hann geggja þegar hann var að vinna fyrir Eimskip og kom heim með, þú veist, allt góssið frá Ameríku, sko. Smygl heitir þetta? Já, stundum voru þannig bara kókdósir, en hérna jólaskraut og svona, þú veist, alls konar amerísdótari. Hann var nú ekki mikið í smyglunni, hann má eiga það, sko, nei. Hann reykti pípu en þú veist, en allavega amma er þar að leiðandi og svona svolítið horkutól. En svo oft í sjómannsfjölskyldum, þá er náttúrulega kona verður að reka heimili, af því að kallinn hann kemur kannski bara annars lagið. Það er algjörlega þannig. Já. Og ég hef nú sagt að hér að í minni fjölskyldu var þannig að afi var með hlýja faðminn, sko. Amma var herfóringi. Það var alveg þannig, sko. Öll harkan sem í mér hef ég frá ömmu minni. Algjörlega. Það er nákvæmlega sama þarna. Kalli var yndislegur, ég minna, hann var alkoholist en hann var voðalega rólegur, skilur, hann var ekki til ama, hann var ekki til að hann var í óbelsniður, hann bara drakk og sopnaði, svona túramaður, þetta var mjög algengt, sko. Og hérna, yndislegur kall. En hérna, og svo fekk ég svo góðan tíma með honum setna með, sko, hann hættir að drekka og bara, en ég var mjög náinn á mínum, sko. En amma, hún hérna tók enga gísla og hún segi bara, maður bara að tala við toppana. Það var bara hennar motto. Hringja Austurpillu. Já, það var bara þannig. Og móði mín er alveg óbáslega ljúð. Ég hef aldrei rifist móði mína. Ég hef aldrei átt í rifvildi við móðina. Hvor er mamma þín eða amma þín? Er ekki mamma þín bara eins og hálfgerð systir? Nei, ég var með Nei, ég var með 3 mæður, sko. Það var langamma mín sem líka ól mig upp dálítið mikið og lítil kona, hún Guri Hansen og hún yndisleg. Lítil kona sem að einhvern veginn tók það á sig að vera bara, þú veist, hún var bara að leita á sig sem butler, þú veist, hún bara fann einhvern tilgang í því að vera búið rúm og
elda og þú veist, bara sjálfskipa og var alltaf verið að reyna að segja henni að hætta þessu sko, en hún var bara alltaf með skúringakústinn og þetta, hún fann hennan tilgangi sem hún alltaf æðislegt að fá að vera með fjölskyldurinn sinni, þú veist, þetta er ekki svona í dag og var með systur sína þarna oft hjá sig líka. Nei, sko, ég var með 3 mæður og svo var ég með herforingjan sko og svo var ég með móður mína sem var ljúfa góða móðurinn og hún hugsaði alveg rosalega vel mig, alveg svag. Það var ekki endilega ég væri sko degruð en eitt svoleiðis að ég náttúrulega satt með einhverjum ömmum. Þú veist, það var ekki læti í mér að því oft satt ég bara hjá einhverjum gömlum konum og satt bara að lita bækur og eitthvað svona. Þannig, en ég var ekki degruð því ég var náttúrulega með þessa systur, 11 ára eldri en ég, sem var systurinn af mömmu, frænka mín, og ég var síðan með þessa 2 bræður hennar mömmu, 15 árum eldri en ég, og ég leit rosalega upp til þeirra, sko, allra. Og ég, þú veist, Varst þú yngst á heimilinu? Ég var náttúrulega bara algjörlega yngst. Og og með athygli allra þessara margra kynslóða og svona. Já, eins og blóm í eggi. Já, í rauninni sko, en samt ekki þannig að þú veist að það væri eitthvað, þetta er ekki svo í dag sko, maður labbaði í skólan og maður, þú veist, þarfst að hafa fyrir hlutunum, þú veist að taka strætó og það var ekkit verið að svona eitthvað. Og það var ekki alltaf athyglisvert sem maður sagði, nei, fyrirfram, heldur betur ekki. Nei, og ég var var þurfti að vinna fyrir því að einhver hlustaði. Algjörlega, og ég þurfti að hlusta á eldri kynslóðana sko og ég gat ekkert verið að gjamma yfir ömmu eða langömmu. Já, þetta var... Stundum það þeir sem aldrei upp að eldra fólki, það verður svona meiri svona ró yfir þeim og svona, þú virkar ekki þannig á mig. Nei, vegna þess að fjölskylda mín, hún er ótrúlega fyndin. Það er alltaf svona, það er alltaf verið að rífast einhver málefni. Það er ekkert endilega pólitískt, en það er til dæmis eins og afi minn og sonur hans, vélstjórar báðir, þeir rifust allan daginn. Þú veist, einhverja skrúuhausa eða eitthvað, þú veist, þetta var eitthvað svona og svo var alltaf bara að hrópa, farið bara neyri kallara því að það var búið að fá nóga þessu stanslösa rifvild á heimilinu, en það var aldrei neitt illt á baku þetta var bara svona hálfgerð ítölsk fjölskylda, sko. Þú veist, það var svo mikið að gerast og mamma var í þjóninum, systurna mömmu var í þjóninum. 3 samtöl í gangi við kvöldverðarborðið. Það var bara brjálu gaman, sko. Og langafa mín hérna að elda en svo var sko líka heimur sem ég kynni sem var frábær sem krakki en mamma var á loftleiðum og ég var mikið niður loftleiðum ég var að sína tískus, ég var í svona lopapeysur þú veist að sína lopapeysur og fekk að koma niður á loftleiði sko og þetta var heimur sem að mér fannst æðislegur, það var alltaf einhverju útlendingar hérna sko, talandi útlensku og svo var ég man eftir, þú veist, það er bara Bjarnabar og hvernig þetta var allt upp, ég man eftir öllum þessum karakterin sem voru hérna á loftleiðum og mér fannst þetta bara geggjaður heimur. Það var að kalla á þig. Mér fannst þetta svo spennandi. Þú veist, og ég man þetta var bara þessu tímbili þegar voru bara það var bara hótelloftleiði, grillásögu, holti og esja eða eitthvað svona, þú veist, það voru engir fleiri kannski klúbburinn eða eitthvað, en ég meina þú veist, þannig að þetta var svo þetta voru svo miklar samfélagsstöðar sko, Ísland var mjög einangrað. Rosalega einangrað. Þá túristar sem komu hingað lítið. Já, en svo komu túristarnir hann inn á loftleiðir og stundum í einkaflugvélunum sínum og svona og mér fannst þetta svakalega spennandi að koma þarna á loftleiðir og bara, það var svona líka og svo fórum við náttúrulega alltaf til Spánar á sumrin. Þannig ég vissi held ég alveg bara frá því að ég var, þú veist, 5 ára, ég ætlaði nú ekki að vera hér. Ég vissi það að ég myndi fara og flytja og vera erlendis. Aðeins langamæðin, akkur er hún þarna, akkur átti hún ekki fjölskyldu? Maðurinn hennar deyr úr blóðtappa, sko, þegar hann er ungur og hún átti bara 1 barn, sko. Hún var minnir að hún hafi, sko, hún var berkla og fekk berklaveiki sko, þannig að hún var alltaf frekar freil en hún giftist húsgagnasmiði á Akureyri og sem sagt missir hann þegar hann er bara 50 og það næsta sem að hún flytur síðan bara til Reykjavíkur til þess að vera nær dóttur sinni og fjölskyldu sko og þar gengur hún í Fíladal eða hvort hún var gengin í Fíladalsöfni, ég veit ekki, svo var hún í Fíladelfíusöfninum og hún var mjög kristin, guðrækin og hún og systirinnar voru mikið nýri í Fíladelfíu sem var bara fín sáluhjálp fyrir þær og hvít félagsskapur sko. Já, ég ekkert slæmt það að segja svo. Nei, þú sumt fólk bara þarf á því að halda. Þannig að þetta eru svona sjálfstæðismenn. Já. Þá var sömuleyti Fíladelfía var svona mannúðar
æðin í sjálfstæðarflokknum. Mikið af þegar þeir réðu náttúrulega Reykjavíkurborg og mikið af Fíladelfíu fólki frá sjálfstæðisfólki úr Fíladelfíu sem var inn í félagsþjónustunni, inn í löggunni. Já. Líka sko að því að systrinnar sem var svo yndisleg kona, hún Sofía, hún Ditta, hún hefði fengið lömunaveikina. Þannig að hún giftist aldrei, hún var, þú veist, alveg lömuð hálft andliti sko. En þetta var svo yndisleg og falleg kona og ég er svo heppin að alast upp með þessari sem sagt hörku litlu konu, Guðrún Hansen, og svo Dittu, frænku. Þannig að ég er bara með rosalega marga uppeldisæðala. Þú veist, það er bara svo mikið, þetta er bara svo mikið nurturing sko, að ég tel mér rosalega heppna að hafa einmitt verið, og ég, eins og ég segi, þegar við erum hérna stórfjölskyldan í hálfkláruðu húsi, það var ekki eins og neður sko það var ekki búið að glerja þegar við byggum í kjallaranum eins og flóttamenn sko, en svona var þetta bara. Þú veist, það var bara teppi fyrir hurðir og... Já, við fengjum ekki hurðir fyrir ég fermdist, þá var loksins farið í það að setja hurðir hérna uppi hjá mér í herbygginu og svona því að En ef ég segi pabbiðinn, hver er það? Já, ég er bara svo heppin að móðir minn þegar ég er svona 9 ára gömul, að þá fer hún að vera með manni sem sagt gekk mér í föðustaf og hann kom með bara svo margt inn í líf mitt sem að, eins og ég segi, mín fjölskylda var svona, þetta var framreiðslumenn og vélstjórar og svona, þú veist, en það sem vantaði var svolítið fagurfræðina. Hardworking, no bullshit fólk. Já, algjörlega þannig. En ég svona þegar pabbi kemur inn í líf mitt, Ólafur Sigurðsson, hann kemur með listir og menningu og hann kemur með, sem sagt, ég meina, hann var alveg svakalega flinkur málari. Hann var vélstjóri líka, en hann var sko alveg gríðarlega vel lesin og velgefin maður. Og þannig að, þú veist, hann hefði frá svo mörg að segja, hann var kennari sko. Þannig að hann er svolítið, kemur svolítið sterkt inn í mitt líf þarna og ég sko... Þú var 9 ára, þú voru svona gömul svona. Já, mér fannst það. Þú getur alveg séð fyrir sig svona eitthvað svona sem bara vill ekki fá eitthvað kall sem að taka mömmu frá mér, hvað er þetta? Mér fannst hann bara svo æðislega sko. Þetta var myndalegu maður og mér fannst hann bara svo flottur og ég hreifst á honum bara strax sko. En mamma, þetta er enda mjög sorglegt sko, móður mín hún er náttúrulega, svo voru þau alveg ótrúlega hamingjusöm og því miður þá dó hann úr krabbameini bara rétt eftir hann fór á eftirlaun. En sko þau voru alveg svakalega hamingjusöm, þau voru algjörlega 2 sjálfur sér næg. Þau bara, ég skildi aldrei sko, þau fóru aldrei neitt, þau gerði aldrei neitt, þau voru bara alltaf saman. Ég skil það í dag, ég er ég er mjög heppin með mann í dag. En það ætlar bara vera með honum einum á þessari eyju þarna. Já, ég er alveg gríðarlega heppin. Ég fann ástina svolítið seint en ég er mjög heppin. Og nú skil ég af hverju þau nenntu ekki að vera eitthvað staðar, þú veist, úti að fara út að borða eitthvað svona. Það er þessi mammi svo góður kokkur. En nei, þetta er, ég er bara svo heppin að sko, hann kemur hann inn í mitt líf og hann var bara svo flinkur sko. En það sem að móðir mín nefnilega gekk í gegnum mikla ástarsorg því að hún kynnist manni Þjóðverja sem var yndislegu maður og eflaust er því hann nú ennþá lifandi í dag en móðir mín var sérst að fara að gifta sig þýskum manni, honum Úlrik. Eftir að þú komst til? Nei, þetta er, ég er hérna 7 ára sko þegar þetta er. Og við vorum að flytja til Þýskalands, til Frankfurt. Ég var búin að vera í námsflokkunum í þýsku til þess að undirbúa mig og við vorum bara að fara að flytja og þetta var yndislegur maður, hann Úlrik. Og bara virkilega hamingjusamt tímabil nema það að hann lendir í svona hræðilegu bílslýsi í München. Það sem að hann er á mótuhjóli og mamma er í bíl fyrir aftan og það er bara kona sem kemur í beygju og öfugu megin og hann bara lamaðist alveg sko hérna upp að mitti. Og hann lokar bara á móður mína sko. Hann vildi ekki að hún þyrfti að sitja uppi með þennan mann. Og hún reyndi og svo gafst hún bara upp því hann algjörlega lokaði á hann bara vildi ekki giftast henni sko. Það því honum fannst hún. Það verið bara í djúpu þunglindi eftir áfallið. Þannig að móður mín er náttúrulega í þessari ástarsorg og þessu áfallið en svo eins og ég segi, svo kemur þessi yndislegi flotti maður inn í fjölskylduna. Og og ég er í mjög góðu sambandi við þess að hann átti dætur fyrir og sérstaklega í sambandi við og ég á frænda og frængur og svona sem ég er í sambandi við þau búar endar öll erlendis nema einn frændi minn. Þannig að ég fekk þarna hann og svo systur mínar og og frænda minn og frængur. En það sem ég lærði með hann sko, hann
Í einhvern tíman þá var ég í Verslunarskólanum fann að slaka þess á í náminu því það var svo mikið að gera í félagslífinu. Og þetta var í Það er mikið jobb af rúningur, sko. Brjálað og sérstaklega í Verslunarskólanum, sko. Að ég var að hella mér í félagslífið og ég fekk ekki fyrstu engun í jólaprófunum. Og ég man bara, hann bara tók mig á teppið, sko. Þetta var hann ekki að gútera. En hann gerði það svo flott. Hann sagði bara, býtu, en þú veist að þú getur betur, akkur myndi þú sætta þig við þessa niðurstöðu. Þannig að hann var svakaleg hvatning, sko, námslega séð. Hann alveg hélt mér á beinu brautinni svolítið, sko. Og lýsir hún sem svona góðum manni. Já, hann rosalega skemmtilegu maður. Má ég spyrja einu, af hverju eru sumir menn góðir menn? Þetta er góð spurning. Af því hann upplifir, hann átti alveg sérstaklega erfið æsku. Hann var ættleitur og mamma hans sem sagt Kannski hefur hann tekið þér svona vel út af því? Já, hann náttúrulega átti líka dætur fyrir, sko, en skilur og dæturnar byggu erlendis og svona. Við náðum alveg ótrúlega vel saman. Ég veit ekki, að hann upplifir svakalega sorg því hann missi mömmu sinu krabbamein 13 ára gamall og pappi hann leggst bara í svolítið drykkju á einhverjum tímapunkti eftir og ég held hann hafi, hann átti svolítið erfitt líf, sko, út af því. En ég held bara að hann hafði í sér að hann var svo mikill kennari. Að hann hafði svo rosalega gaman að miðla einhverju svona visku, sko. Að reyna að skilja heiminn og... Já, bara, og hann einmitt, hann skildi heim. Þannig að bjóð sér til heim þar sem hann var öruggur. Já, en hann líka, hann ferðast út allar trissu sem, sko, ungu maður. En og þú veist, en hann bara, það var eitthvað í honum sem hann þurfti svo mikið að miðla og kenna og en svo held ég hann hafi líka bara verið mjög hamingjusamur með móður minni og ég meina hann, þú veist, hann fór úr því að vera mjög grannur maður, reykti alveg, þú veist, heilan vindlapakka London Dogs á dag, sko, og sagði mömmu mín að það er tvennt sem mun aldrei gerast, ég mun aldrei fitna og aldrei hætta að reykja. Svona, endaðan með svona, þú veist, smá bumbu, sko, og bara ógeðslega ánæði með lífið, ótrúlega hamingjusamur, hætta að reykja og bara, þú veist, varð bara svona, fór úr því að vera svolítið sérvitur í það að bara, þú veist, njóta lífsins og vera ekkert að stressa sér á lífinu, sko. Og bara hamingjusamur kall. Þannig að ég naut... Það getur verið af því að hann var ættleitur, að hann hafi tekið vel á móti þér. Því það er dæmi kalla sem koma inn í svona, inn í fjölskyldur og þeir reyna að gelta hvolpana frá sér, sko. Það er bara hann. Ég kann ekki það. Já. En ég segi líka vegna þess að mamma var ættleitt. Mamma hennar dó þegar hún var 2 ára. Hún var ættleitt reyndar ekki langt, bara til móðursystur sinnar. En ég á ættleitt dóttur og eiginlega ættleittan son líka. Mamma tók þeim alltaf svo rosalega vel. Þetta var bara stundum upplifið að þetta væri bara hennar aðal barnabörn, sko. Af því að hún fann til svona einhverja, ég veit ekki hvað það er. Ég er heppin, sko, með það, ég hitti nú aldrei blóðföður minn því hann dó þegar ég var frekar ung úr hvítblæði, sko, þannig að þú veist, það varð aldrei neitt úr því að ég myndi hitta hann. Ég náttúrulega bara hafði enga sérstaka þörf til að hitta hann að því ég átti bara föður, skilur. Ég svona upplifi, maðurinn minni líka ættleitur, sko. Þannig að þetta er... Þeir eru með svona fálmara á höfðinu, finni hvort annað. En að því að það, sko, maður ég legg ekkert allt í blóð að það sé eitthvað mikilvægt, sko. Mér finnst tengslin, ég meina fólk sagði ofta að ég væri rosalega lík pappa mínum. Að því ég náttúrulega haga mér eins og hann, en hann var líka svolítið dökkur, sko. En málið er það að með þetta, sko, blóðfaði minn sem ég hitti aldrei, ég er hins vegar í mjög góðum tengslum við systur mína sem er hálf systir mín sem kemur þar, sko, sem er 10 árum eldri ég, býr í Svíþjóð og er alveg yndisleg kona, sko, þannig að þetta er svona típist Ísland, sko, þú veist, það er bara allar fjölskyldur eru svo stórkostlega margbrotnar og allir búnir að gifta sig 2 eða 3 eða skilja eða eitthvað, þú veist, þetta og mamma þú veist, 1975 að eignast eitthvað barn þarna, ég meina þetta er bara típisk íslensk fjölskylda, sko. Þú sagðir ástur móðunar, var mamma þín ástókin af föðinu, þá blóðföðinu? Nei, ég held hún hefði Hvað má ég spyrja hvað hann heitir? Sigurður Baldvinsson, hét hann. Sko, ég held hún hefði áttað með á því að hann var svona gaur, sko. Og
ég held að ég Gaman að vera ástfangin að það vera vonlaust að elska. Já, ég held hún bara, ég upplýði það allavega ekkert eitthvað sem eitthvað drama því að eins og þetta var presentaður fyrir mér, fjölskyldan mín eins og ég segi, það var ekkert tilfinningalegt bullshit sko, það var bara, já, hann pappin, hann var nú hálf ömurlegur, eitthvað svona, eða þú veist, ómögulegur, já, það, þú veist, og svo er það bara afgreitt og ég bara, já, ok, fínt, þú veist, enda ég var náttúrulega með svo mikið af fólki í kringum mig, þannig að ég náttúrulega ég var í rauninni þurfti ekki gangi þá sorg að missa pappa heldur af því að ég var ekki í sambandi við hann. Ég hins vegar kynnist fjölskyldunni hans seinna og ég hafði mjög mikla samúð með þeim, þú veist, að missa annarkvort pappa sinn eða í þessu tilfelli bróður eða frænda. En ég náttúrulega gekk aldrei í gegnum þessa sorga því ég þekkti mannin ekki. Og þetta heldur ekki með hólu í hjartanu? Nei, þannig að ég í rauninni sko, já. Þegar Ólafur fyllti það. Akkurat. En ég held að ég hafi alveg fengið ágætis, sko, ég hef vonandi kannski fengið það besta frá blóðföðu mínum. Það er það sem ég vil minna, sko. Og hvað er það sem þú gerst? Það er fjórðungi bregður til föðus. Þetta var hávaxinn myndalegu maður með mikla ævintýramennsku og svona, og hérna mikið svona aksjón í kringum hann og hann var, þú veist, þar alls konar sögur af honum, sko, svona partísögur og svona, ég held að ég hef fengið svolítið. Já, ég held að ég fengið svolítið af því, sko. Ert þú svolítið svona gaur? Já, ég er það. Ég er alveg svakalega, hérna, já, það er svona djörf. Ég er núna í seinni tíma, þá er ég svona aðeins fann að slaka á. Ég meina, núna er ég bara í rosalega góðu sambandi og fallegu sambandi og ég á 3 hunda. Og ég hef aldrei eignast börn, ég hef aldrei fundið fyrir þeirri tilfinningu ég þurfa að eignast börn. Þetta er bara ekki einu svona, ég hef bara verið svo brjálað að gera í vinnunni og ég myndi ekkert breyta því, sko. Það er ekkert endilega fyrir alla að eignast börn. Það er þetta ekki ákvörðun sem þú tekur að eignast ekki börn? Nei. Það er bara ákvörðun sem þú tókst ekki að eignast börn? Einmitt. Ég bara einhvern veginn, eins og ég segi, sko, ég myndi ekki vilja breyta lífið mínu vegna þess að, þú veist, ég hef fengið að fara á þessu ótrúlegu staði og upplifa ótrúlega hluti og ég meina maðurinn minn á börn. Þannig að það er ekki eins og það er nóga börnum sko út allt og ég á líka alveg frábæra frænda og þú veist hérna sem að systur móður minnar, ég á svona frænda og frængur sem eru alveg önnur kynslóð sko, það er nóga fólki í kringum mig. Það er ekki svona vöntun á barninu? Engin, ég hef aldrei fundið það vegna þess að eins og Þú horfir ekki svona eftir barnavagninu þegar hann keyrir framhjá? Nei, ég er alveg guðslegandi fegin, sko. Því miður, þetta er bara ekki fyrir alla og sérstaklega í flugvél, sko. Besta uppfinning sem uppfinning í heiminum eru Bose Noise Cancellation Headphones fyrir flugvélar. Það er bara því miður. Nei, þetta var, en eins og ég segi... Þú veit ekki eiga barnið þarna sem grætur alla leiðina til að þess að baba? Ég hefði aflaust alveg orðið ágætismóður en ef ég hefði óvart orðið óleitt einhvern tímann, sko. En ég bara, nei... En lífið er bara eins og það er? Ég er eins og frængu mínar og annarri ætt, sko, þess að ég talaði flökkueðlið og svona. Ekkert á okkur á börn. Við fórum allar út til útlanda og hérna fórum í ævintýrin. Og en ég á sérstætt náttúrulega í rauninni, sko, stjúp börn ef að þannig maður komast, sko. En ég kannski finnst þér ekkert gaman að tala þetta en náttúrulega samt að spyrja svona því að svona normið er einhvern veginn. Já. Og finnur þú fyrir því að þú veist að það sé hérna, átt ekki börn eins og það hafi gert eitthvað af þér eða? Nei, vegna þess að langflestar vinkonur mínar eru barnslausar af því þær eru í Sameinuðu þjóðunum eins og ég. Og við erum þá að tala ég er með sko bara nefni 6 vinkonur sem að ég er mjög náinn sem ég hef annarkvort unni með eða bara búið með eða og ekkert á okkur á börn. Þannig að fyrir mér er það normið sko. Svo þegar ég kem hérna heim í þú veist og hitti vinkonum mín og svona, nú er þetta náttúrulega hvort er allt orðið farið að heiman sko eða orðið hundgamalt. Þannig að nei, fyrir mér er normið mitt ekki að eiga börn. Að því og það er stundum sko þegar ég hef verið í Sómalíu kannski að vinna eða þegar ég var til dæmis í Írak veistu það, ég sá bara stundum ekki börn í fleiri mánuði, af því að maður er bara inn á einhverju stríðsvæði, inn á einhverju lokuðum kampi eða eitthvað og fer síðan og þú veist, þú sérðu kannski eitthvað en ég bara var stundum ekkert í neinu við nein börn, sko. Þú myndi ekki sjá nein börn hann á grísku eyjunni, það verður bara eftirlauna fólk sem að býr þar. Það er engin börn hann á þessari eyju.
en Það ég á eitthvað til svona eyjar eins og í Skorsku eyjunum, það sem er mikið af fólki sem er að flýja einmitt erilinn og lætin í stórborgornum og getur unnið í einhverju fjarlæði, kannski skrifað eitthvað. Það maður fattar allt í mig að maður er í einhverjum stað þar sem er ekki börn. Það er mjög sérstakt. En það er þetta með börnin, sko, ég á 3 hunda. Það eru bara orðin börnin mín, sko. Ég er nefnilega að elska hunda. Ég er bara minnst hundar æðislegir. Því betur sem þú kynnist manninum, því meira elskar hundin. Ég bara algjörlega, sko, og þessir hundar, það er svo gaman að þeim vegna þess að þeir eru náttúrulega alveg rosalega lojal, en bara... Það er svona langt í burtu, ég meina hundum leiðist það að missa eiganda. Ég er aldrei of langt í burtu, núna er ég orðin svo gömul og ég er búin að vera á Samvinnufélaginu svo lengi að ég er bara komin í þá aðstöðu að geta unnið rosalega mikið heimanna frá mér. Þannig að allir mínir samningar, ég er að vinna núna á sama tíma fyrir 3 undirstofnanir Samvinnufélaganna, en allir samningarnir sem ég gert er home-based with travel. Þannig að ég fer ekkert meir en 10 daga í senn ef ég er að fara á annað borð. En þú ert ekki út á feltinu í mánuðum saman? Ekki lengur. Það við árið 2022 ákváðum við að hætta þessu. Þá byggum við, þetta var sagt, sko, við byggum í svona 2 gámum hlið við hlið og við bara, það var rosalega miklar sprengingar og læti á þessum tímabili í Mogadishu. Þannig að þú veist, maður var bara öll kvöld heyrði maður sprengjur bara, þú veist, fyrir utan. Og maður minn var að ferðast rosalega mikið inn í Mogadishu og manni leið ekkert endilega vel, sko, að vita á honum alltaf á hverjum einasta degi að vera að fara niður í ráðuneytin og þú veist, þannig að þó að hann væri vanur þessu í gegnum allt sitt líf, þú veist, þá var þetta bara, núna er þetta komið gott. Þannig að það sem hann gerði var að hann breytti söðlaði algjörlega Þetta er maður sem að, þú veist, þess að ég segi, búin að vera í hernum í 34 ár, fer svo að vinna fyrir, ég bara utanríkisráð að breyta, þú veist, að hjálpa sómölum við uppbyggingu á lögreglu og her. En hann er bara hálfgerður bóndi í dag. Hann er að vinna fyrir skóla og hann sér sem sagt... Hann er englendingur. Hann er englendingur, já. Þeir vilja allir vera bændur, held ég. Þetta er alveg rétt. Þessi garðar sem eru í London. London var ekki að vera að koma að London fyrir miklu minna svæði, það var ekki með þessa hugmynd. Það er mikið til í þessu, en það er bara svo erfitt að vera bóndi. Sem betur fer að þá er hann ekki bóndi á einvegum. Það sem hann er að gera er að það er skóli sem hann vinnur fyrir, þetta er svona einkaskóli, sko, en skólinn á gríðarlega mikið landsvæði. Og hann er með svona bíli og maður minn rekur bílið með öllum dýrónum og er með fjárhundin sinn sem er dýrið okkar, hundurinn okkar og svo er hann líka að hjálpa börnum sem er að flosna upp úr skólakerfinu. Hann er með svona stráka vandræðagemlinga sem hann tekur inn og er að hjálpa þeim að bara tækla lífið, sko, af því það er ekkert fyrir alla að sitja inn í skólastofu og gott að setja svona strák í sveit. Frábært, og það er einmitt þetta, sko, hann er með þá í bara vinnu hreinlega og er bara svona að reyna að byggja þá upp og þetta gefur honum, hann er ansi góður í þessu, hann er rosalega gott rólmódel, hann er svona mótivator, sko, og hann en samt no bullshit, hann tekur ekki neinu bullshiti, hann Charlie, en hann er bara svo flinkur í þessu, hann hefur náð að móta og hjálpa dálítið mörgum drengjum. Herinn á að vera góður í þessu, að liðþjálfin haldi góðu móral í þessum 15 manna hóp sem hann á að sjá Algjörlega. Fyrir kalla, herinn á að vera góður í að búið til kalla. Já, en hann er nefnilega svo athyglisvert að hann var í því að lyfta konum upp í hernum. Hann var til dæmis einhvern veginn bara með teymi af konum sem voru lífverðirnir hans. Þetta var svona, hann var bara svona svo, Gaddafi. Nei, en hann, sko, hann er bara eitt með Charlie, sko. Jú, hann var í hernum, en hann er rosalega ósáttur við að sjá kollega sína alla fara yfir í varnarmála eftir að þið fara úr hernum og það fara strax yfir í hergagnaframleiðendunar. Og honum finnst þetta ógeðslegt, því hann er náttúrulega að verða bara einhver friðarsinni, sko, ég er náttúrulega búin að algjörlega radikalisera hann, en hann, já, hann er nefnilega stofnaði, við erum það er charity í Sierra Leone, hann var leiddi breska herinn í ebólu faraldrinum í Sierra Leone og hann
upp úr því stofnaði hann sem sagt góðgerðarsamtök sem hann rekur í Sierra Leone í dag til þess að hjálpa börnum í slömminu til þess að komast í skóla og hann með 90 börn sem hann með að framfæri. Þannig að þetta maður með stórt hjarta. Herðu, það sagt að hérna fjórðungi bregður til móður og þú búin að segja mér frá móðinni og föður og þú búin að segja mér frá blóðföðunum og fóstur og þú búin að segja mér frá fósturföðunum. Fjórðungi bregður til nafns, Helen það ykkur? Hvað segirðu? Helen það ykkur? Þetta skilja eftir ykkurum? Mamma dreymdi þetta nafn, það engin sem heitir Helen í ættinni. Mammu dreymdi nafnið. Okay. Þannig að ég veit ekki alveg en ég myndi segja að svona ef ég ættin höfuð ættarinnar var Guðrún Hansen, það þessi langama og ég held að hún hafi dálítið hafi haft svolítið sterk áhrif á því hún var í rauninni þó að amma hafi verið hersöngin, þá var Guðrún Hansen svo sem að var þessi amman sem sá alla, þú veist, þessi litla kona, snagga kona hún átti rosalega erfitt líf og Didda frænka systirinnar. Því að við komum frá Noregi, pappi hennar var norskur og hann var bara auðmaður og hann giftist konu á Íslandi en þau voru með síldarvinnslu eða einhver fyrirtæki fyrir norðan, byggu þar og það brennur síldarvinnslu, það brennur allt. Hann deyr síðan stuttu seinna og þannig að langama mín stendur í þeirri aðstöðu að hún bara allt í einu hún á enga mann og hún á engar eignir og fyrir utan það norska fjölskyldan það bara, hún fekk ekki neitt og hún var með 5 börn þannig að hún sem sagt þurfti að senda þau frá sér þannig að þessi börn sem að voru með allt til alls amma mín þar á meðal, Guðrún Hansen svag, fallir, kjólar, gott uppeldi allt til alls, allt í einu bara áttu ekki neitt eða konan, amman, langamann og síðan fer hann að vera með einhverjum manni og á tvíbura og hann fer frá henni þannig að hún aftur komin í þessa erfiðu aðstöðu og þar kemur einmitt Didda frænka sem fekk lömunarveikina og annar tvíburinn deyr. Þetta var rosalega erfiðu tími öll börnin sendi í sveit í harðvinnu og svona var þetta bara. Ég held að séu mjög margir Íslendingar sem koma einhvern veginn úr svona umhverju, hvað sem þeir voru í bruggunum eða út í sveit eða bara einhverju þurfa bara upp á bænum Fjölskyldunum listar upp og börnin fari í mjög misgóða vist. Já, en mér finnst ég vera svolítið heppin að hafa orðið til til þess að hafa fengið 14 ár með langömmunni, Guðrún Hansen vegna þess að ég held að hún hafi verið svolítið síðasta kynslóðin af þessum þú veist, síðan amma miklu meira á milli handana þegar amma mín í húsmæðurskólanum á Akureyri, lífið aðeins betra en mér finnst alveg rosalega mikilvægt að hafa kynst þessari konu og skilið svolítið þú veist, þarna, við erum að koma þarna frá þessu Því að og svo bara íslenskt samfélag hvað hefur breyst og rosalega náttúrulega eins og öll Evrópa bara en þú veist. Þú ert alveg upp í fjölskyldu sem ekki í Sjálfstæðisflokki, þú verið í Verslunarskólan og síðan kafli þar sem þú ert á leiðinni til Afganistan. Já, hvað gerist þarna á milli? Já, vantar þarna á milli. Eitt sem ég langar til að spyrja það, því að þú talar svolítið að veri svona, fólk hafi kosið Sjálfstæðisflokkinu í þínu heimili og þú hljómar ekki eins og sjálfstæðismaður í dag. Nei. Heldur að vera orðið sósíalisti á því að horfa á hörmungar heimsins? Ég fór ekki beint yfir í sósíalismann það var millisti, það var svona kratamillibil og ég kenni honum Á góðum degi gæti vel leyft þeim að vera sósíaldemókratar og eigi svona sömu rætur. Já, Ólafur Þ. Harðarson og Svanur Kristjánsson bera bara hreinlega ábyrgð á því að ég var komin inn á miðuna. Ég fór í stjórnmálafræði í háskólanum og ég hefði rosalega gaman að stjórnmálafræði í háskólanum. Bara, þetta var alveg frábært nám, átti bara vel við mig. Ég var aldrei í tíma á Hannesi Hólmsteini. Nei. Ég slapp undan því. Ég veit ekki alveg hvernig. Ég held að hann hafi verið í einhverju námsleyfi. En ég var þarna hjá Svani og ég hafði ótrúlega gaman að þeim. Ég var líka hjá Alberti Jónssoni og hann náttúrulega, þú veist, svona kaldastrís stemming En úr háskólanum kem ég bara sem miðjumannskja Það var alveg klárt mál. Síðan fer ég í nám erlendis til Bristol University. Þar í 1 ár, fyrir að vinna á Stöð 2. Ég hringdi í Pál Magnússon, blákalt símtal.
og sagði bara sæll, mér langar að vinna hjá þér og ég fekk vinnu á Stöð 2 og byrjaði þarna sumarið 2000, þá var ég fréttakona á Stöð 2. Það var rosa gaman. Þá kynntist ég ágætisfélögum sem að ég er ennþá í tengslu við Árni Snævar og svona, þú veist, þessir. Þannig ég næ hérna líka Haukur Hólm og það var svaka skemmtilegu vinnustæður fyrir, þú veist, 25 ára gamla konu. Rosa upplifelse. Kristinn Hrafnsson og Sigmundur Ernir. Það var frábær tími, sko. En síðan Telma Tómasson, ekki halda áfram. En síðan ákvæði samt, sko, ég veit ekki alveg af hverju, ég bara einhvern veginn fekk ekki alveg nóg mikið út úr Bristol. Ég bara ákvað að fara í LSI haustið, taka aðra mastersgráðu og flutti til London. Og var þar í mastersnámi í svona stjórnmálahagfræði. Það var alveg geggjað, sko, því að þá komst ég til London, þar sem ég var allt í einu var ég bara í sama herbyggju Fred Halliday, sem að þú veist, enginn veit hver en ég meina, þú veist, þá voru þetta var svona alveg einn af stóru stjórnmálafræðingunum í heiminum, Fred Halliday og þar Samuel Huntington var, þú veist, í alls konar fyrirlestrar hjá einhverjum, sko, gæjum sem komið þarna í gegn sem að maður hefði bara, verið að stúdera í háskólanum. Þá var Anthony Giddens, faðir smáskrifa líkamsins, var yfir LSI á þessum tíma. Þetta var algjörlega frábær tími í London. Og, þó ég hafi lifað á núlum því að gengið hrundi íslenska. Sá sem verður að læra stjórnmála, já, er þetta með hruninu? Já, þetta er, sko, það verður gengishrun. Já, þannig að páskana 2006. Nei, þetta er þegar ég er í ég var nefnilega búin að fá línlán. Já. Og svo verður hrun, þannig að það varði ekki úr þessu láni. Það bara droppaði gengið þetta á einhverju tímpúndi. Þannig ég það voru bara núlur í matinn. En sá sem að læri stjórnmálahagfræði, hann er að, ég held að hefur verið sagt að hann er að læra, mennta sig til forsætisráðherra. Ég held að Baldvin hafi sagt þetta. Já. Það er Bretarnir kenna þetta svona. Þetta er mjög, þeir fara allir í Cambridge í hvað heitir þetta? PE eitthvað, Politics and Economy. Hvað ætlar að gera við þetta nám? Veistu það, ég var ekkert plan, sko. Ég vissi ekki hvað ég ætti að læra. Ég hugsaði að fara í hagfræði, en ég var bara ekkert nóg sleip í starffræði, sko. Fekk ágætis einhver í starffræði, en ég þurfti að hafa svolítið fyrir því, sko. En ég bara, að því náttúrulega í Verslunarskólanum var ég í hagfræði og ég var náttúrulega í bókhald alveg brjálæðislega leðilegt. En veistu, ég hafði samt ég vissi alveg ég hafði áhuga á pólitík, þannig að þetta ég var mikið að hugsa lögfræðina. En svo bara vissi ég það einhvern veginn, ég hefði bara svo gaman að rífast og debata og þú veist, þetta var svona, þannig ég endaði í stjórnmálafræði, það var alveg rétt val, sko. En svo í LSI að það sem mér fannst langmest spennandi í LSI var að læra auðlindir, orkumál, hagkerfi og pólitík. Það var geggjað, sko. En það var ekkert plan. Þetta var bara einhvern veginn, já, ok, mér langar í LSI, ég fekk ekki nóg mikið út Bristol, ég hefði ennþá smá þörf. En svo nefnilega kemur þetta að því þú spyrir af hverju endar þarna og þarna. Nú byrja tilvílunar á sinn, sko. Því þegar ég búið með LSI, þá var ég annarkvort að spá ég að fara að vinna hjá JP Morgan. Það var alveg option, sko. Ég var meira að spá í Shell. Þú veist, að ég var bara svona, þú veist, ég hefði svo mikið áhuga og ég vorum að læra þjóðnýtinguna og Gaddafi og allt þetta á Venezuela og Mér fannst þetta bara svona, já, ok, að því að Shell var líka að ráða og ég var svona fann að skoða báða möguleikana. En það gerist það að ég sæki það er auglýsing í Mokkanum, það sem er verið að starfsþjálfun í utanríkisráðuneytinu í Strasbourg og ég hefði hendin umsókn. Svo þegar ég kem heim þetta er í febrúar sem ég hendin umsókn 2001. Svo kem ég heim úr náminu, búin að klára LSI og ég fer að vinna á Stöð 2 aftur, bara í, þú veist, aflýsingum. Svo er ég bara í Breiðholtsleiðinni, mamma og pabbi byggju í Breiðholtinu. Ég er í Breiðholtsleiðinni og það hringi síminn, ég er bara í vaktafríi. Og þá var það utanríkisráðuneyti og ég var löngu búin að gleyma því ég hefði sótt þetta starf. Alveg bara, ég bara þurfti virkilega að reyna að muna hvað þetta var.
Svo ég samþykki að fara í viðtal. Ég ætlaði náttúrulega ekki að fara að vinna þarna sko, en mér fannst þetta svona góð reynsla að fara í viðtal hjá utanríkisráðuneytinu. Ég var að vinna á Stöð 2 og ég átti kærasta í London og ég ætlaði bara að fara aftur þangað og byrja að vinna hérna hjá JP Morgan eða eitthvað. Heyrðu, ég fer og ég fer hérna sem sagt í viðtal og að því mér var svo nákvæmlega samvinnunda jobb, hann náttúrulega brilleraði ég að því ég bara satt hérna í svona já. Og svo ringir síminn aftur í vinnunni hjá mér og þá það bara aftur ráðuneyti bara ég já, bara þú kom svo vel út úr þessu endilega fá ég annað viðtal og ég einhvern veginn bara ok, ég fer í annað viðtal en ég fór sko bara ennþá á þeim forsendum að ég var ekkert að fara að fá þessa vinnu sko. En svo gerist það að ég bara kem upp í ráðuneyti og þessi 2 menn sem hefðu verið með mér í viðtali, þeir voru bara annar þeirra var Seinn, starfsmannastjórinn og ég bara leitt inn á skrifstofu til hann Sverrir Hauks. Sverrir Haukur var ráðuneytisstjóri. Og ég bara, ok, sest niður fyrir framan ráðuneytisstjóra. Svo bara byrjar hann að tala já, sko, þegar þú ferð til Strasborgar og ég bara þorði ekki að segja nei. Þannig byrjaði ég sérst að vinna sem starfsnemi hjá utanríkisráðuneytinu. Og ekki nóg með það heldur sagði hann, já, viltu ekki bara koma til okkar, já, ertu þarna på Stöð 2, viltu ekki bara byrja hjá okkur í næstu viku? Allt í nú bara að byrja sem starfsemi í utanríkisráðuneytinu og þetta var náttúrulega frábært vegna þess að þetta að besta sem gæti komið fyrir mig var að fara í þessa átt og fara til Strasborgar í staðin fyrir að fara til JP Morgan eða Shell. Ef þú horfir yfir lífið svona, margt af svona það sem að hlutið bara gerast með einhverjum hætti? Já, svolítið sko. Ekki margt það að þú sett að segja nema að þú vildir komast út þannig að þú varst lítil á ég vissi ég myndi fara og gera eitthvað sko. Ég meina sem krakki, 15 ára gömul þá satt ég við vorum með svona Satellite, hvað heitir þetta aftur? Servinettir. Já, og við vorum með CNN og BBC og þegar að innrásin í Bagdad 91 að því að Persaflóastríði að þá var ég vakandi til klukkan 4 á morgnana að horfa á þetta vegna þess að sko, þá var ég fór ekki að sofa fyrir það birti í Bagdad sko. Ég varð að horfa á þetta og svo kom ég í skólan og sagði fólkinu frá því hvað ég gerst nóttina. Ég var náttúrulega bara strax komin í þennan þannig ég að bakvið fyrir ég að útskrifast út úr LSI þá hugsaði með mér hvort ég ætti það var svona JP Morgan að því það var option skilur þeir voru að bjóða þarna einhver tækifæri en ég held að það hefur alltaf verið þessi stríðsfréttaritari líka svolítið sko. Þú veist, það kallaði alveg. Það var alveg þarna. Það er eitthvað sem er nógu mikið vesen. Já, eitthvað svoleið sko. Og mér fannst átök rosalega spennandi. En bara, þú veist, bara þessi heimur sko, bara þetta skildi vera að eiga sér stað í heiminum með allt þetta brölt sko. Mér fannst þetta fascinerandi. En svo fer ég bara að vinna á ráðuneytinu og svo enda ég að vera í starfsþjálfun í heilt ár og það var rosa gaman og það var frábært að fá að kynnast utanríkisráðuneytinu og ég í heilt ár að lufsast í þessari starfs og svo fekk ég vinnu á Evrópuráðinu. En svo einmitt ákváðum við ég og nýr kærasti minna að þetta var nú bara eftirlaunadjobb og þá fór ég til Afganistan. En það var þá líka sem að utanríkisráðuneytið réði mig þá til Sri Lanka sem talskona því þau þekktu mig náttúrulega frá ég hefði verið að vinna fyrir þau. Og það var Arnór Sigurjónsson sem að veitti mér það tækifæri að fara til Sri Lanka. Þú talaði svolítið ástur móðurinnar. Já. Ástarsorgin hennar og svo hvað hún var heppin að finna ástina. Bildur og stuttu síðar. Kannski það hjarta maður svo opið þegar maður er í ástarsorg, ég veit það ekki. Já, hún vendar hafi þekkt pappa minn sko, hún vissi á honum, hún hafi þekkt hann sko. Þannig ég held hún hafi nú alltaf verið svolítið hrifin á honum sko. Hún vissi hver það var. En svo þegar þú ert að segja frá þá er það kærastinn minn í London og kærastinn sem fór til Afganistan og svo er kærastinn í dag sem er mjög ástokkin af. Hefur verið heppin í ástum? Rosalega. Fengið að vera oft ástokkin? Já, mjög. Og rosa gaman og ég sé ekki eftir neinu sko. Ég var gift. Já, ég er fráskilin. Ég er yndislegur maður líka sko, en við áttum bara ekki samleið. En hann er Egypti. Og við giftum okkur, vorum saman í 7-8 ár sko. En svo bara, þú veist, hann er svo hrifinn af Ameríku og hann er búin að vera hjá Sameinuðu þjóðunum í 1.000.000 ár og hann er búin að búa í New York, þú veist, síðastlegin 30 ár eða eitthvað, eða 25 ár. Og hann sér bara, líf hans er bara, hann er bara,
ég djók alltaf með þetta sko bara því hann er frá Kaíró og það segir bara já, þetta fyrst er náttúrulega Ameríka æðisleg en við áttum bara ekki, væntingar okkar til lífsins voru ekki alveg að sömu þannig að en við erum góðvinnir og við jafnvel vinnum saman í dag sko því hann er í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í sama geira og ég þannig að við bara erum góðvinnir í dag og hann er mjög hamingjusamur með sinni konu þannig að þetta var bara hið besta mál að slúta þessu það er bara betra fyrir okkur bæði. Þú horfir ekki aftur á þetta sem mistök? Nei, vegna þess að guð minn almáttur, ég kynntist svo mörgu í gegnum hann, vegna þess að þú veist, fyrir utan það að hann var náttúrulega frá Egyptalandi og fjölskyldan hans egypsk og ég var náttúrulega búin að vera í Mið-Austurlöndum mjög mikið og ég hef rosalega sterkar taugar til Mið-Austurlanda. Þannig að það var rosalega gaman að vera í Kaíró og eigða suma fyrir honum við Miðjarðarhafið sko í Alexandríu og líka bara allt fólki sem ég kynntist í gegnum hann í New York og við áttum mjög fallegt heimili í New York saman og mikið læti og mikið í gangi og ég var reyndar alltaf með íslensku fjölskylduna alveg heilu vikurnar inn á mér sko, það var ógeðslega gaman. Ég var með afa minn, hann var dreginn sko 80 nýræður til Ameríku sko. Það var svo frábært að þú veist, það er allir í Ameríku, þeir nota Mexikanna til þess að slá grasið og gera allt fyrir sig. Ég fekk bara alltaf Íslendinga í svona DIY. Þeir voru í alvörunni, pappi kom og byggði vegg á milli herbyggja, afi var í því að pússa og mála skápa og litli frændi minn málaði allt húsið, þetta voru bara Íslendinga kom bara hann í vinnu, sko. Þeir bara settir í vinnu. Svo voru þeir í fríu mat og húsnæði fyrir vikið. Nei, þetta voru góði tímar, en ég get ekki búið í Bandaríkjunum. Ég get þetta samfélag ekki, þetta er ógeðslegt samfélag. Ég fann það bara hvað var gott að komast aftur til Evrópu. En mörg samfélag eru svona bæði, að maður getur verið eitthvað staðar og þú getur séð eitthvað kraft og lífanda og grósku og fleira, svo horfur aðeins og þá sérðu bara grimman, fasismann og svona. Getur horft svona bara á þetta samfélag? Já, í Frakklandi til dæmis. Það getur maður alveg orðið gáttar á því hvað er stutt einhvern veginn á milli. Ég bjó í París. En er þetta ekki bara afstaða þín þegar þú ert í Bandaríkjunum, allt í einu sérðu eitthvað ógeð sem að Bandaríkjumenn er að gera út allar heim og þú bara þolir þetta ekki lengur? Nei, vegna þess að það sem að ég sá í Bandaríkjunum, það sem að eitt af því fyrsta sem ég tók eftir, þegar ég flytti New York, að þá ákvað ég að ég myndi bara gera þetta almennilega og búa bara á Manhattan og búa við Central Park. Ég ætlaði bara að gera þetta almennilega. Ég var alltaf ein og ég var rosalega heppin að ég fekk íbúð sem var við Central Park, rétt á 75th Street West Side, þetta er svona rétt hjá sem að John Lennon var skotinn, þetta er þar. Það er góta byggingunni? Já, West Side er sko þar búa intellektólarnar og gyðingarnir sem eru á vinstri kantinum. Upper East Side er svona grótesk peningahyggja og allt öðru þessi samfélag á Upper East Side. Já, mjög hrifin af West Side. Ég enda í einhverju penthouse með bara, þú veist, svalir eða svona terrössu og það var svaka næs. Fór út að hlaupa í Central Park og alveg dundur gaman. En fyrsta sem ég tók eftir þegar ég er að fara úr vinnunni og er að fara upp í þetta nýja húsnæði, þá kom ég á Columbus. Ég er að koma þarna í lest og það er Columbus og það er annarkvort að þá getur það fer eftir í hvaða lest þú ert. Ég var í lest sem að fara næsta stopp, var 125 og svo Bronx. Í Columbus þá þurfti ég að skipta til þess að fara í local train sem stoppaði þá á næstu, stoppustöðum meðfram Central Park og svona, þú veist. Ég fekk sjokk að horfa upp á það að hver einasti hvíti maður fór úr lestinni og allt svarta fólki var eftir. Og ég hef aldrei séð svona struktúrlega rasisma neinstaðar annar staðar. Ekki svona, sko. Ekki svona alveg in your face. Og eftir því sem ég bjóðna lengur og ég náttúrulega var á rallys fyrir Bernie Sanders og ég hellti mér alveg inn í samfélagið svolítið, sko, eins og ég gat. Og náttúrulega verandi með húsi upstate, þá sá ég Trump-skiltin. Ég var eina mannskjörn á skrifstofunni sem spáði því að Trump myndi vinna. Þau trúðu ekki, þetta er 2016. En ég fó bara að sjá nágrannir mínir, mjög góðir republikanar, gott fólk, sko.
en maður sá bara að value systemi hjá þeim var bara það að eina sem skiptuði máli var að borga ekki meiri skatta. Þeim var alveg sama karakter Trumps. Og en það var þessi struktúral rasismi sem ég bara fekk, ég gat þetta ekki. Það var það sem að eiginlega fór mest fyrir brjóstið á mér. Hann náttúrulega vaxið núna undir Trump. Vaxið, já. Mér fannst þetta mjög óhægilegt. Charlie Kirk var drepinn í vikunni. Já, ég sá það. Og hann var náttúrulega boðberi þess að hafna því að væri kerfisbundið rasismi í Bandaríkjunum. Ef það væri rasismi þá væri það ofbeldi svartra gegn hvítum. Já, ég veit að þetta alveg... Þeir eru eftir að gangi gegnum mjög erfitt tímabil Bandaríkjamenn vegna þess að... Þetta er komið svo langt, ég fór að hlusta aðeins á hann. Já. Og ég bara get svarið að þykist vera sildur og allt það, Ég var bara hissa að þetta væri til. Því með þetta vera bara eins og hlusta inn í Ku Klux Klan 1920. Fyrir ekki, ég var hérna í morgun á símanum bara á Instagram, þú veist. Og það kemur, eins og ég sé einhver markkópu fyrir þetta, það kemur einhver rás, einhver gæi, sem að tala það að hvítir þurfa að fara að saminast. Þetta var bara á Instagram, bara opið hérna. Vegna þess að við erum undir attack. Frá Bandaríkjunum, Við það verið að ráðast á okkur og verið að taka á okkur eitthvað. Það nú pínu lítill hópur hér sem byrjaður að hreyfa sig. Það verið að flytja inn þetta menningarstríða, ég veit ekki hvað það tala það er mjög sérstakt þetta í Bandaríkjunum því að rasismin svo rosalega lifandi. En maður heyrði alltaf vera svona, þú veist, hundablístur og svona, en mér veist bara þetta blístur orðið ansi opinskátt, Það er orðið opinskátt og líka, það er bara, ég held að stjórnmálakerfi í Bandaríkjunum, það er svo rotið. Þú veist, þetta er svo svakalega, það eru allir hérna keyptir upp af lobbyinu. Ég meina, það eru fáir hérna inn á þingi sem er ekki tengdir einhverjum sérhagsmunum, þá bara grótesk sérhagsmunum. Þannig að þú veist, þetta er bara rotið samfélag, þetta er ógeðslega spilt, þó að sé löglegt, spilt. Og svo er þetta, þessi evangelista kirkja hérna og þessi viðbjóður, En þetta getur ekki haldið svona áfram, vegna þess að þetta eru 2 þjóðir í einu landi. Þú ert með Suðurríkin, og svo ertu með svona pockets, svo ertu með, þú veist, Vermont og þú ert með allt, ég meina, þú ert með part af New York, þú ert með þessi samfélög eiga ekkert sameiginlegt. Þannig að maður velti í fyrir sig hvar endar þetta vegna þess að það er líka bara held ég uppgjörið að auður Bandaríkjanna bara hann í þjóðamorði. Þú veist, ég meina, hann í þrælahaldi. Og það hefur aldrei átt sér stað neitt uppgjör þessa aðskilnaða stefnu og hvernig svartir voru meðhöndlari og það náttúrulega sýnir sér ég náttúrulega fór að stúdera þetta svolítið mikið að reyna að skilja þetta af hverju þessi struktúral rasismi þarna en það er svo auðvelt að viðhalda honum vegna þess að svartir fengu bara ekki sama aðgengi í til dæmis lánsfé til þess að eignast til að taka lán fyrir húsnæði þeir bara fengu ekki aðgengi þannig að þú veist þetta er bara búið að viðhalda þessu og það er bara grótesk, alveg ræðilegt. Auðvitað er þetta náttúrulega annar staðar og ég meina það eru innflytjendasamfélög sem búa við verri kjör og það eru struktúral rasismi hér og það er það allstaðar Þetta bara innra með flestum. Við þurfum öll að horfast svolítið í augu við það. Ég meina við búum í samfélagi sem var svo homogynous eða þú veist bara einsleitt að ég man eftir bara einhvern tíma þegar ég 6 ára það labbaði svartur maður niður Laugaveginn þó ég sé það á Spáni en þú veist, hann labbaði, ég man bara eftir þessu bara svartur maður á Íslandi, þetta er ekki lengra síðan Það segja að krakkar sem álust upp voru brún og það hafi verið gríðalegt álag og það svo sem enn sjálfsögðu og enn En þetta með Bandaríkina, það svo mikill rasismi þetta. Ég hef ekki heyrt það svona nýlega en það var svona fyrra tímabili Trump sagt að þegar Obama kjörinn, þá svona hugmyndum að við séum svona átómatist að fara í eitthvað tiltekna átt. En það kemur umlega ljós að það hópur og mjög stór hópur og öflugur hópur í Bandaríkjunum sem að vildi það bara alls ekki. Þannig að það að svartur maður skildi það fara inn í Hvíta húsið gat af sér Trump. Hann var líka svolítið lettan því hann tilheyrði náttúrulega ákveðinni elítu og hann, þú veist, þegar hann sagði change, yes we can, að þá satt maður einhvern veginn eftir og bara hvaða change, því minna hann var við völd þegar að NATO tekur sér til og bombar Líbíu, hann var við völd þegar að það var þvílíku drónaprógram í gangi hann var við völd þegar að þeir blöndir í Írak ég ætla hann getur farið í dítil en bara Það er ég bara að tala húðlitin á honum Cornel West, hann sagði ekkert hann
að fyrir kosningar þá sneri Obama sér að okkur og seldi okkur von. Eftir kosningar þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi, Wall Street og þjónaði því. Já, algjörlega. Þetta ótrúlega gagnrýni. Já, þetta náttúrulega Cornel West, sko. Já, hann má þetta. Já, en þetta var, samfélagið var náttúrulega enga veginn tilbúið í þetta einmitt, en ég, hvað þá konu? Það er svolítið athyglisvert að fylgjast með Bretlandi. Já. Þar hefur íhaldsflokkurinn telt fram og reyndar líka Starmer, allavega einu manni. Þar hefur íhaldsflokkurinn verið að tefla fram mjög mikið af bæði Indverjum. Nú er hún ekki upprunlega fjölskyldanina frá Nígeríu sem er mitt, sem er núna formaður í, er hún formaður? Já, hún er formaður í íhaldsflokksins, hún er náttúrulega í forsæti. Og svo hafa þeir verið með Araba og þú veist, þeir eru dúndur duglegir í því að setja fram litað fólk í hæstu embætti. En það er svolítið eins og með Obama, þetta er svo Priti Patel, að hún var sko bara ennþá verri gagnvart innflytjendum. Það er svolítið spes að horfa á það. Skilur þið, þú veist, ég meina... Íhaldsflokkurinn er nú ekki að gera gott móti í konunum. Það eru bendir að Martínez að Nigel Farage muni... Já, sem er ennþá meiri rasisti, sko, og fyrirgjöður. Já, hann er ennþá meiri rasisti. Farage. Já, þetta er ótrúlega, ég held ég skilji ekki ennþá, ég á erfitt með að skilja breskt samfélag því að það er svo mörg lög hérna, að það er þessi, hvað kallar maður þetta, þú veist, gamla, ríka fólkið sem á engan pening raunverulega en eru aristókratarnir, sko. Rosalega inngróin stéttaskipting. Inngróin stéttaskipting, svo eru nýríkir. Næstu því að svona fólk sætti sig við stöðu sína í stéttum, sko. Akkurat. Það er ekki svo langt síðan ef að þú varst verkamannastétta þá gekkstu bara í leður líkisjakka. Algjörlega. Þetta er ekki huga að gangi í leðurjakka því það var bara eitthvað snobb upp á við. Já, þetta er... Það var bara að þú gekkst í uniformi sem að tilheyrir þinni stétt. Einmitt. En þetta er sko breskt samfélag mjög komplexerað og þetta er alveg óbóðslega stéttaskipting þar. En það er svolítið öðruvísi samband finnst mér samt við nýlendurnar, örlítið, af því þetta var nýlenduríki. Bandaríkin voru náttúrulega fóru bara í þjóðhreinsun, skilur, þeir voru ekki með nýlenduríki, nema bara seinna, þeir þú veist, hernámið tímabundið. En þannig að þetta er mjög komplexerað, þó það sé sko, já, það er vissulega rasismi, en þetta er meira stéttabarátta, finnst mér, í Bretlandi. Þetta er ekki, mér finnst þetta ekki vera, þó að segja, jú, struktúral rasismi sérstaklega gagnvart svörtum sem eru þá kannski fátækir, en mér finnst þetta meira þetta er stéttabarátta í Bretlandi, finnst mér. Það er á Spáni var búið til hugtakið aporofóbía til þess að geta greint þetta. Það var ég held að sé heimspekingur sem hugsaði sem svo að byrjuðu af hverju er þessi rasismi á Spáni. Það er eiginlega ekki í okkar þjóðarkultúr, sko. Af hverju er þetta rosalega hatur á flóttafólki sem kemur hingað, bjargarlausu fólki. Og þá var þetta hugmyndin að fæð gagnvart hinum hjálparvana og bjargarlausu. Já. Og þegar það bætist við síðan að öðru svo litin að þá magnast þetta upp. Henni fannst hún ekki geta útskýrt þetta bara með rasisma eins og við getum gert í Bandaríkjunum. Einmitt. Það er nefnilega málið, sko. En Nigel Farage, hann talar bátafólki sem er að koma yfir Ermarsundið eins og innrásarfólk. Þessi maður, náttúrulega, ég meina, hann rak heilu baráttuna með Brexit á því að það yrði betra immigration system, sko, að það yrði innflytjendamálin yrði sett í almennilega skorður. Að fólk skuli trúa þessum legara er náttúrulega ömulegt og maður vonast bara til þess að Corbyn og Co og Sakpolanski og geti eitthvað, þú veist, eitthvað, að því Keir Starmer er náttúrulega bara rosalega busy í sínu þjóðamorði, sko. Ég meina, hann er algjörlega að hann eftir að bíða afhróði í næstu kosningum. Hann er búin að missa allt traust. Já, hann er búin að missa allt traust, þannig að nú er bara eina vonin er að Corbyn og græningjar nái saman einhverju kosningabandalagi og geti náð þarna að stemma stigu við þessari rosalegu skrið sem að Nigel Farage og Reform Party er komið á. En þetta er bara stefnan. Þeir myndu vinna í dag. Nigel Farage vinni þetta bara og jú, það verði sendar flugvélar til þess að skjóta niður bátana og Ermarsundi. Ég gerir ráð fyrir því. Ég bara algjörlega. Ég gerir ráð fyrir því að hann sé að fara að vinna. Já. Ég gerir ráð fyrir því. Að við séum bara að missa samfélagin okkar. Jú. Og ég óttast líka hvað gerist hér.
bara á forsíðu heimildarinn sem kom hérna inn lúguna í dag hjá mér, þá var einmitt verið að tala um þetta með sko húsnæðismarkaðinn, að ungt fólk á ekki séns og samfélagið okkar, það er orðið svo misskipt, það er orðið svo margir sem að bara ná ekki almennilega og bara efnahagslegt óréttlæti, þú veist, þetta er ömurlegt. Að því við gætum verið útópist samfélag, hugsaður, við gætum verið tilrónarstofa sko jafnöðar og lands sem að fer vel með auðæfin sín og náttúruna. Við gætum verið sko stórkostlegt samfélag. Við gætum verið stórkostlegt samfélag ef við hefðum ekki haft Sjálfstæðisflokkin og Framsóknarflokkin meira eða minna við völd síðastlina áratugi frá Sjálfstæðis. Okkar hefðu við ekki verið rænt. Akkurat. Og ef við erum heppið fólk að vera fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir, svo við getum beislað til þess að byggja hér upp stórkostlega samfélag. En það ekki, minna Danir, þeir eru ekki með neinar auðlindir, þeir búa bara til með hugvitun, það ekki? Jú, en þeir eru nú svolítið að brenna sig á því, hérna með megrunarlífið. Já. Þeir ég held að Nóa Nordisk sé bara að taka niður danskan efnaði. Já, reyndar. Þeir eru að fara í svona Nokia niðursveiflu. Nei, svona almennt að þá getur það verið kvöð. Man má ekki segja þetta held í næstu 10 árin, sko, því að þeir eru að brenna sig alveg heiftan á þessu. Nei, en ég meina það, sko, þess vegna segi ég alltaf, sko, að Jórdanía var rosalega heppin vegna þess að hún átti engar auðlindir og þess vegna hefur ekki verið ráðist inn í Jórdaníu. Við erum, að því við erum með allar þessar auðlindir, að þá erum við með þessa yfirstétt sem að nýtir, þú veist, ef við hefum ekki verið með allar þessar auðlindir, þá værum við kannski einhver starf annar staðar og nýta hugviti betur og þú veist, en þetta getur verið nefnilega mjög slæmt að vera með svona mikið að auðlindum. Sko. Það er í Afríku, það er bara auðlindarböl. Auðlindarböl, akkurat. En talandi að bæta heiminn og þú er náttúrulega verið að vinna í því og við hefum farið yfir það, stundum við þetta bara þurrkað út. Já. Og stundum þú ert að vinna inn í kerfi sem að, þú veist, er fullt af ágöllum og kannski ítir undir það, ekki það endilega besta hjá fólki og þú veist, fólk einangra sig í einhverjum stofnunum Sameinuðu þjóðanna eða hjálparstarfi og þarf kannski að brynja sig fyrir einmitt vonleysinu en samt heldur áfram. Já, ég á góða vinkonu, eina af mínum bestu vinkonum sem er að vinna fyrir UNRWA, hún er frá Palestínu. Hún er búin að standa vaktina núna í þessu þjóðamorði í næstu 2 ár. Og þannig ég upplifi dálítið mikið líka í gegnum hana stundum, þú veist, hvernig nærðu að því hún er ekki inn á Gaza, hún er farið til Gaza vissulega, en hún býr í Amman núna og foreldrar eru í Nasaret. En hún þrátt fyrir þetta að þá verður hún, og við mikið talaðum um þetta, að finna eitthvað outlet, hún verður að eiga eitthvað líf, af því annars brennur hún upp. Það er svo mikilvægt, ég hef hort á mjög mikið af fólki sem hefur brunnið algjörlega yfir, sem hefur kannski verið búandi í ástríðis eða átakasvæðum og í einhverjum svona kömpum, jafnvel í tjöldum eða gámum, árum saman og orðið svo institutionalized og það er mjög margir í kringum mér sem hafa tekið í líf, sko. Þú veist, sem að bara ein ótrúlega frábær kona sem var mjög, sko, hún var með stórt hjarta og var líka þunglynd, bresk kona sem var að vinna í Írak og hún tók allt rosalega inn á sig og mikla samkennd. Hún hengdi sig á flugvöllin í Istanbul, þú veist, bara gafst upp. Það var maður sem var í Írak sem að bara labbaði inn í, hann var var yfir örygginu í kompandinu hjá okkur í Erbíl og hann bara einn góðan viðtal, labbaði hann bara inn í gáminn og skaut sig. Þú veist, ég meina þetta er allstaðar í kringum okkur, það sem fólk bara gefst upp. En það er vissulega ekki endilega bara því það er þarna, því svo er líka fólk sem er í þessu lífi, kann ekki annað, því það verður svo rosalega institutionalized, það er engin balans. Sérstaklega fólk sem er í mannúðar krísum, ár eftir ár og mér verður hugsað til Olgu vinkonu mína sem er inn á Gaza og búin að vera inn á Gaza síðan þetta byrjaði, 7. október og hann búin að vera þarna að standa vaktina fyrir Human Rights Office og OCHA núna í samhæfingu á hjálpagögnum. Hún situr þarna klukkutími saman að reyna að koma konvóis í gegn til þess að veita einhverja bjargi til fólks á Norður Gaza eða hvað sem það er. Hún er búin að vera í þessum heimi alveg endalaust og stóra spurningin er, sko, þegar þú hættir, eða þú ert búin að vera rosalega mikið í þessu
þá þekkir ekki annað og það er líka fólk þegar það kemur úr þessu að þá bara annarkvort bara hreinlega bara deyr það. Það er sagt að eftirlaunasjóður Sameinuðu þjóðanna hann er rosalega vel stæður að því að deyja allir svo snemma. Hann er Stuttur líftími. Já. Hann er marktækt Þetta er sögur sem við styttri. þekkjum frá bara hermönnum að þú kynnist einhverjum hryllilegum heim Já. og þegar þú kemur tilbaka þá áttu ekki heima þar og þá ferðu Já. kannski aftur. En svo Já. getur líka verið þannig að þú ert gestur í báðum heimum. Veistu það, ég fann þetta á Sri Lanka. Ég, þó ég hafi verið talskona þá fór ég stundum í eftirlitsstörfin og ég man eftir því þegar það var sprengjuárás og það sem hefði orðið börn fyrir bæði sprengjunni og svo einhver svona gæi sem satt í bara tuk-tuk og við þurftum að taka skýrslu og maður stendur þarna, þú veist, fyrir framann bara sundursprengt lík sko af börnum og einhverjum manni, bara fæturnir á honum þarna og hálft andliti þarna og þú veist, maður veit ekki hvernig maður bregst við fyrir nú maður er í aðstöðinni sko. Og það sem ég fannst svo skrítið var að ég var eins og ég bara færi úr líkamannum. Ég var bara með mitt, bara hripa niður og taka myndir. Ég bara fór í vinnuna og ég bara aldrei, þú veist, þetta var bara allt í einu vinna. Þannig að þú veist, Afneitun er náttúrulega varnartæki. Já. Að bara klippa sig frá. Já. Við Það höfum bara, þetta. þú veist. Þetta heitir ekki bara afneitun sem er bara varnartæki. Ég get ekki tekið þetta, þannig ég tek það ekki. Mér er líka minnistætt kollegi minn sem að lendi í því að fara inn í húsnæði sem var búið að myrða börn og nauðga konu og búið að bara skera börnin og bara, þú veist, þetta var eitt óhugnalegasta að því ég þurfti að skoða myndirnar. Kollegina neitaði að fara inn, hún fer inn, ég veit ekki hvort hún er að hlusta á þetta en hún, ég meina að upplifa svona, þú veist, þetta fer inn á því sko og við vorum náttúrulega allt í einu komin í aðstæðu sem að þetta stríð var að magnast og við vorum ekkert búin undir þetta í rauninni sko. En það var hérna prestur á svæðinu sem var að heimsækja og svo bara sat hún hérna og bara með kollegum sínum og þú veist, fekk bara sáluhjálp í því að vera innan kollegana. Það er ekkert endilega alltaf gott að fljúga bara strax heim, fara inn í heim þar sem enginn skilur hvað þetta gangi í gegnum sko. Það er miklu betra að vera með kollegunum. Í jafningja sem skilja sem hvað er að gera þetta er eins og þegar þú getur ekki túlkað þetta fyrir annað fólk akkurat, þetta er eins og vera sko þegar ég var í Bagdad þá var verið að gera mjög mikið árásum svona eldflauga árásum á okkur og þeir eru býrð við stanslausa hættu þar sem úr alltaf að búast við eldlags, þú verður svolítið tjúnaður sko en ég hef alltaf sem betur fer haft þann eiginleika að þegar ég fer út þá get ég algjörlega nánast tjúna mig út úr þessu vegna þess að mér finnst óbóðslega gaman að elda, hlaupa, mér finnst gaman að synda. Þú veist, maður verður að vera með og maður verður að finna fegurðina í litlu hlutunum og maður þarf að kunna meta það sem maður hefur. Þú veist, þegar ég er heima hjá mér í Breitlandi að milli þess að ég fer stekkin á einhver svona átakasvæði og ég er náttúrulega með mann sem skilur þetta þú veist þannig að það er og allar vinkonur mínar sem búa í sama heimi eru reyndar margar að fara á eftirlaun eins og ég vonandi fljótlega en þá mér finnst gott kaffi og fuglasöngur þú veist og setja útvarpið kannski þú veist klassika FM eða eitthvað hundarnir hlaup út allt þetta það er bara fegurðin í litlu hlutunum og að leyfa sér bara að ég er svolítið í jóga sko bara sjálf heima á mér það er þetta að ég finn oft bara gríðalan frið sem ég get bara búið til inn, þú veist, með því að hlusta á klassíska músík og bara tjúna mig út og ég alveg, ég reyna að sjá fegurina í lífinu. Fagna lífinu sem maður hefur séð döðan. Já, algjörlega. Það er ekki að maður á ekki að hanga með döðan með sér. Nei, og maður verður... Samt er það þannig þegar þú situr með kaffibóllaðinn og þá ert þú með þessa reynslu. Og þú ert búin að segja það, held ég, 2 eða 3 hérna, að það virkar svolítið sem fánýti þar sem að fólk er að láta trufla sig. Já. Þannig að sömuleyti ertu ekki alveg inn í þessum heimi. Nei, hugurinn er náttúrulega alltaf, það hefur verið svolítið erfitt, finnst mér, að horfa upp á Gaza, af því að eins og ég segi, ég er ekki bara, og svo er ég lakka þekki palestinumenn sem eiga fjölskyldur að nenni, sko. Og kollega mín sem er að vinna þarna. Og það finnst mér erfitt það er að bögga mig á hverjum degi og líka Súdan að því ég á vinafólk sem að kemur frá Súdan mjög mikið vinafólki, mikið og ekki hjálpa fáskipti stjórnvald á Vesturlöndum
Nei, Súdan erfiðara case en reiði mín gríðalega hvort Vesturlöndum út af Gaza og það hefur eiginlega bara, þú veist, gert mörg af okkur hjá Sameinuðu þjóðunum bara óhugnalega, bara við erum svo reið að því þetta bara ákveðin svik, sko. Gríman fallin og Vesturlöndur bara búin að sýna sín innri mann með því að það greinilega viðskiptahagsmunir eru meira virði en að gera það sem rétt og líka því það er verið að ignora alþjóðadómstólinn og sakamáladómstólinn, þú veist, það er verið að ignora þessa strúktúra sem við reiðum okkur á en kannski var þetta bara einhver mýta að þetta væri þarna, af því að við náttúrulega búin að horfa upp á Bandaríkin með sínar valdaráns effort sko í 30 ár og ég meina eða þú veist lengur, kannski var þetta bara mýta því það var náttúrulega þessi innrásin í Írak og það er rosalega erfitt. Það er áfall fyrir ykkur sem að starfi í það að vera þá byttu varða þannig að við máttum þykjast að vera að hjálpa ykkurum svo framalega sem að stuggaði ekki við viðskiptahagsmunum Bandaríkjanna en við lifðum algjörlega inn í þeirra heimi og suminleiti vorum við bara að þjóna þeim heimi því að leið og það stangast á að þá verður okkar markmið að víkja. Já, eina sem ég myndi segja sko, þannig að það var þess að segja, ég er búin að lifa í ykkur falsi í 20 ár. En ég og maðurinn minn erum með þarna sko á þessum stað, við sitjum og hneykslumst og pyrrum okkur og erum svolítið bara devastated yfir því að hvernig heimurinn að því að þú veist við töldum okkur kannski verið í einhverjum öðrum heimi og sérstaklega hann. Ég hef þó allavega mér til málspota, ég hef svona verið í nútral samhengi hjá Sameinuðu þjóðunum en eins og þú segir sko Sameinuðu þjóðuna hverja þjóna. Það sem ég hef reynt í minni vinnu og fæ mest svona kikk út úr að ég hef svo gaman að vinna með fólkinu sem að ég að reyna að hjálpa. Og ég mynda yfirleitt mjög sterk sambönd við fólkið sem ég að vinna með að ég ekki að reyna að segja þeim hvað ég að gera. Mér finnst við ekki hafa endilega eins og þegar ég var að vinna í Írak. Þetta voru sko fólkið sem ég var að vinna með þarna þetta var öryggisráðgjafi forsætisráðherra hans. Allt fólkið í kringum hann, þetta var allt verkfræðingar. Þetta var allt lögfræðingar. Þetta var allt svakalega vel menntað fólk. Ég ekkert að fara að kenna þeim neitt og þetta sama í Sómalíu þeir eru alveg frábæri margir þessum Sómalíu sem ég að vinna með og ég ekkert endilega að fara að kenna þeim eitthvað, ég get miðlað alls konar reynslu það alltaf hægt að læra, ég meina íslensk stjórnvöld geta lært rosalega mikið að nágrannalöndunum, við erum alltaf að læra en þeir þurfa líka bara að vera með sína lausnir og ég þarf að bera svolítið virðingu fyrir því hvað þeir hafa að segja og ég hef haft rosalega gaman og ég tengist yfirleitt mjög sterkum böndum við fólki sem ég að vinna með. Það gefur mér svolítið mikið því að ég nenni ekki að vera eitthvað svona formleg og ég að vinna á Sameinuðu þjóðunum. Mér finnst ótrúlega gaman að sko verða bara svona ein af liðinu og reyna að hjálpa þeim eins og ég get af því að mér finnst ákveðið óréttlæti, mér finnst ójafnvægi í þessu með sko að þessi Vesturlönd sem að séu með peningana að gefa þeim einhverja bitlinga, þetta óréttlæti þannig ég verð svolítið stundum með þeim í liði sko, ég finn mig eins og ég hérna til þess að hjálpa ykkur til þess að ná í meiri pening, til þess að reyna að gera eitthvað gagn til þess að við getum gert eitthvað sniðugt og mér finnst rosalega gaman að finna upp einhverja nýja hluti, nú ég að vinna við hamfarahlýnun og öryggi sem svona svolítið nýtt sko og við erum að testa svona svolítið módel núna í Sómalíu, mér finnst rosalega gaman að finna upp eitthvað nýtt. Ég að fara inn í Líbíu til þess að skoða sérstaklega hvað hægt að gera með þessum ólíku stríðandi flokkum, grúppum. Glæpagengi, já, nei, þetta ekki eins og þetta bara svona homegrown, þetta kemur út af því að það ákveðið rými sem skapast og þetta ákveðin, að hvert þorp, hvert borg með kannski sína málaleiða sko. Svo, þannig að þetta ekki endilega en svo eru glæpagengin inn á milli og svona ISIS og alls konar. Við upplifum það að utanríkisstefna Íslendinga sé byggð á staðgóðri þekkingu á heiminum? Nei. Samt svo mikið af fólki hérna innan hús sem að þekkir heiminn dálítið vel. Við ættum að geta náð út úr því betri mati og betri ákvörðun. Mér finnst eins og strákarnir hérna, leið mér að segja strákarnir kannski ekki rétt sagt frá hér. Fólkið sem hérna mér finnst herrlega hugsunin hafa orðið allt og mikið ofan á. Mér finnst þetta eins og varnarmálaskrifstofan hafi tekið yfir ráðuneytinu. Mér finnst Ísland sko bara svona hvar við stöndum í heiminum, þá finnst við hafa miklu meira fram að færa á öðrum sviðum. Ég skil alveg að geopolítískt erum við náttúrulega rosalega mikilvæg í NATO-samstarfinu. Ég skil það, en mér finnst ekki nógu mikill balans hérna á þessu.
Ég náttúrulega persónulega ekki trefin á NATO að ég hef hort á hvernig NATO hagaði sér í Líbíu og ástandið þar að leiðandi eða hvað var NATO að gera í Afganistan. Ég meina, þú veist, ég er ekki aðdáandi NATO. Mér hefði þótt betra ef að NATO hefði bara verið hreinlega lagt niður við lok kalda stríðs og eitthvað nýtt batteri sett upp. Ég er ekki hrifin af núverandi framkvæmdastjóra NATO, mér finnst hann alveg hræðilegur maður, en punkturinn er þessi að við höfum svo margt annað fram að færa Íslendingar sem við gætum, en þú þarft sko ákveðna visionaries og ég fer að hugsa svona hvenær höfum við verið utanríkisstefnan okkar verið eitthvað svona, ég meina það var Alþýðuflokkurinn sem kom okkur inn í EES, ekki satt? Það var Jón Baldvin. Og EFTA. Og það var Össur Skarphéðinsson sem við kendi Palestínu. Þú veist, þegar við höfum tekið svona og var það ekki Jón Baldvin sem við kendi fyrstur Eystrasaltsveldin, þú veist, þannig að þegar við höfum haft svona kratana eða meiri vinstri slagsi á utanríkispólitíkinni, þá höfum við séð skemmtilegri pólitík, sko. Þannig ég hefði viljað sjá En erum við við vorum að tala að inn í alþjóðakerfinu og hjálpar starfinu að þá máttu gera það sem þú vilt svo framalega sem að rekst ekki á við hagsmuni Bandaríkjanna. Er ekki utanríkisstefna okkar bara þannig að við megum gera hvað sem bara ekki fara gegn vilja Bandaríkjanna í neinu máli? Jú, að því við erum svo djúpt sokkin í þessu varnarsamstarfi með þeim, sko, 1951. Við getum ekkert slitið stjórnmálasambandi við Ísrael að bara Bandaríkjanna kæmi bara og myndi sitta okkur refsi. Það er nefnilega málið, sko. En ég vildi bara... Heldur það sé þannig að Já. Ég meina, ég held að sé engum manni sem dettur í hugarni í utanríkisráðuneytinu eða það sé hægt að setja sig upp á móti. En hvað óttast fólkið? Ég meina allir að fá eitthvað svona sem gargar í síman og eitthvað svona, ég meina það er að lifa það af, en heldur að Bandaríkjamenn mundu setja á okkur refsitolla, aldrei styðja okkur í neinu máli og alþjóðavettvangi eða hvað? Hvað er mest af vörunum sem fer til Bandaríkjanna? Er það fiskur eða? Ég held að sé orðið lyf, Þannig að það er bara þessir hagsmunir sem við þurfum að skoða. Það eru þessir sem að getur ímyndaði pressuna frá þessum hópum á utanríkisráðherra eða á stjórnvöld. Þetta er ekki, það er náttúrulega þetta lyfjafyrirtæki nýja þarna, ég held að það lifi nú alveg á Bandaríkjamarkaði. Því það bara er þannig að Bandaríkjamenn borga miklu hærra verð fyrir lyf út af þeirra klikkaða heilbrigðiskerfi. En ég held að sko sjávarútur og fleira, þetta getur þetta komið við fyrirtæki, það er bara til einhver smærri fyrirtæki sem er með 80% útflutningu til Bandaríkjanna, en ef við myndir horfa á sjávarúturinn í heild, þá myndir þetta að geta lifað af, sko. Já, ég held samt að sé... Það er nóg að við söngum fólki sem vil borða fisk í heiminum. Já, ég held að sé samt einhver pressa þarna, sko. Já, þeir vil ekki missa neitt og þetta væri bara 5% af þeirra hagsmunum að þá myndu þið sitja alla sína lögfræðideildir í ráðuneyti. Algjörlega, og líka sko í reisni náttúrulega bara svona endurútgefin útgáfa af gamla Sjálfstæðisflokknum, sko. Það er, þú veist, menn þetta er náttúrulega... En það er reyndar, þeir eru náttúrulega með Evrópumálin sem að Sjálfstæðisflokkurinn er alls ekki með og það er það eina sem svona skilur það frá, sko, Sjálfstæðisflokknum, en ég náttúrulega hefði bara viljað sjá eins og ein vinkonu mín á Facebookinni sagði, hún Hildur Gunnur, hún sagði bara mér er bara alveg sama þó ég þurfa, hvað sagði hún? Bara skít sama þó ég þurfa að éta hafragraut í allar máltíðir, bara taka á sig, taka bara skrefið. Fórnaði að fá ekki kókopöfs. Einmitt, fórna því að til þess að gera það rétta, þá bara erum við tilbúin til þess að þó við missum eitthvað smá okkar landsframleiðslu, so be it. Ég meina við aðlöfum okkur bara því væntanlega, ekki satt. En svo er þetta bara, ég meina, íslensk stjórnsýsla í hnotskurn er mjög amatörisk. Ég meina þetta er óskup humbúk, margt af þessu. Við erum ennþá með hluti sem eru bara ekki, það vantar allt, sko, eins og þessi samningur sem var skrifaður undir við Bandaríkin þegar var útvíkkaður, sko. Viðbótuð varnarsamningin? Já, bara hugsaður. Ekki eins og fór ekki fyrir nefnd, bara fyrir luktum dyrum og í starfsstjórn. Guðlaugur Þór. Þetta er náttúrulega bara bíl. Þegar við ekki rétt Bandaríkja helst til þess að greina það hvort það hér sé hættu ástand og hann getur bara komið og það tekið yfir allt sem hann vill. Bara landráð, sko, ef maður ætla að fara svo langt, sko, að skrifa undir þetta. Hverjum datt í huga ráðleggja manninum að gera þetta, sko? Ég skil þetta ekki. Eða þú veist, já. Þannig að mér finnst þessi maður, hann til dæmis
ítti undir það að hérna var opnað fyrir hælisleitendur frá Venesúela út af samskiptum sínu við sömu ríkisstjórn og hann skrifaði undir hérna varnarsamningið. Já, það var voðalegt blöndermaður. Sko, nú hef ég alveg fulla samúð með fólkun í Venesúela, en þetta var náttúrulega gert á allt ennum forsendum. Þetta var gert bara til þess að hlýða utanríkisráðuneytið í Bandaríkjanna sem var í einhverjum svona hugmyndum valdarán í Venesúela. Og eru enn. Já. Já, þetta er blöndir, en það er líka bara, það er ekkit hérna, þetta er ekki gegnsætt, stjórnsýslan er ennþá, það er alltaf mikið ráðherravald á Íslandi og það þarf að breyta þessu. Þetta á ekki að vera svona. Og það er líka þetta með, sko nú líka á Alþingi, við höfum talað um þetta, það vantar allt sko, allar raddir á Alþingi að sko, það er voðalega lítill áhuga á þessu þjóðamorði sko. Það sem ég horfði á þegar þingmaður var lappinn í þinghúsið. Já. Ég sá engan sem að ekki er í þöglum hætti stuðningsmaður þessa þjóðamorðs. Því miður. Já, það er bara allavega engin áhugi fyrir þessu. Þú getur haldið einhverja hjartnæma ræðu, en það er engar tillögur þann inni að ganga lengra heldur en ríkisstjórnin hefur gert og ríkisstjórnin gengur eiginlega ekki, það er ekki svona hægt að kalla það lengra, sko, það er svo stutt sem hún gengur. En nú var framkvæmdastjóri mannréttinda skrifstofu Sameinuðu þjóðanna, Volker Turk, hann var bara hreinlega að grátbiðja, þetta var bara í morgun eða gær sennilega, það sem hann var að segja, ríkin sem ger ekki núna concrete action eru complicit. Og þetta var rosa svakalega kröftug ræða sem hann hélt og hann er bara grátbiðar hreinlega aðildarríkin að gera eitthvað og á sama tíma... Og benda þeim á að ef þú horfir á þjóðamorð og gerir ekki neitt, þá ertu samsegur. Því þér ber að gera allt sem í þínu valdi stendur til að koma í veg fyrir það. Akkurat, og við erum ekki að gera það. En líka núna finnst mér, að því að þetta er mikið búið að krítisera utanríkisráðherra fyrir sko aðgerðaleysið, að því þetta er einhverjar aðgerðið bara, þú veist, erum við í alvörun að tala eitthvað Eurovision, eða þú veist, ég meina, erum við þar? Við þurfum að vera að tala um sko viðskiptabann eða slíta stjórnmálatengsl eða þú veist, það er eitthvað svona alvöru sem við þurfum að gera. En núna er bara kemur ljós þegar Evrópusambandið er búið að hreinlega segja einhver nefnd þarna sem er búin að gera úttekta á þeirra samningi að þeir sé að brjóta mannréttindi og þar leiðandi verði að kansulera þessum samningi í Ísrael. Þannig við hljótum þá í EFTA-ríkin hljóta þá að þurfa að gera það sama. Þá erum við það eins og Þorgerður Katrín segir, stíga í stígin spór. Við ætlum okkur ekki að verða í forsvari fyrir neitt eða fremst. Ég hefði viljað sjá meira guts í okkar utanríkispólitík. En það er náttúrulega því ég er ekki drifin áfram af einhverju sérhásmöðunum. Ég finn það svolítið þegar ég kem til Íslands að því ég ekki búið þarna síðan ég var í háskólanum. Að þá er ég er ekki með, þú veist, hérna, ég er ekki í netinu. Við upplifir okkur hinn bara sem flugur í kóngulu. Þeir eru bara föst í sérhagsmuna netinu. Nei, menn ég finn það bara margir vinir mínir þegar Bjarni var að selja pappa sínum banka og allt þetta, það var mörgum blöskræði, en það fólk er ekki að tjá sig á Facebook, af því það er með einhverja samninga við ríkið. Það hefur ekki málfrelsi, sko. Það hefur ekki málfrelsi, það er nefnilega ekki alveg málfrelsi hérna, af því að ennþá eru þessir flokkar svo rosalega, og eina leiðin til þess að draga úr valdi þessara flokka er að taka hér íslenska stjórnsýslu í gegn. Ég hefði gaman að því að hlusta á það að í Albaníu þá eru þeir færðin að nota gervigreind til þess að innkaupa fyrir ríkið. Ég hugsa þér, innkaupa fyrir ríkið. Já, til að losna. Við þurfum að fara í sömu átt, við þurfum að fara að gera eitthvað svona sko. Það er einn ráðherrinn að gervigreind. Hugsa þér. Sem sér innkaupins opinbera. Ég meina, þetta er, þú veist, hvert einasta sveitafélag, við erum svo óbóðslega lítil sko. Það er allstaðar einhver tengsl og einhverju fyrirgreiðsla, við kallum það alveg sérstakt orð á Íslandi, fyrirgreiðsla. Spilling. Herðu Helen, takk fyrir að koma hérna að rauðaborðinu á leiðinu út á flugvöll, þú ert að fara út í heim. Já, ég er að fara heim til Bretlands og svo er ég að fara til Líbíu vantanlega þegar ég vísaði vonandi sem fyrst. Herðu, ég byrða, eins og sagt ég byrða heilsöllum í Líbíu. Skila því. Og byrða heilsónum Charlie. Ég geri það svo sannarlega, gaman að koma inn að tíðin. Skila honum kæri kveðju og segðu honum að þú þurftir að koma aðeins ofta til Íslands, það er gaman að fá þig hérna við rauðaborðinu. Hann elskar Ísland, þannig að hver veit.
Herðu, en þetta rauðaborði núna. Við þakkum öllu sem að voru að hlusta. Þakka Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og auðvitað Helenu sem gestur okkar. En ykkur þakka ég mest sem að hafið verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Hérna framöndan helgadagskrá samstöðurinnar. Það verður hérna úrval vikuna sem við köllum hér á eftir og svo verður á morgun þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils þar sem að verður fjallað fréttir vikunar og samfélagsástandið og líka ástandið í heiminum. En njótið helgarinnar. Takk í bili. Segðu það á Samstöðinni.